Velkomin í podcastinu. Þetta er ekkert að þakka, ég heiti Stefán Ingvar. Ég er ekki á Íslandi, ég er í Istanbúl. Af hverju? Það sem er búin að fylgjast með síðustu vikur. Vitið af sögum Aron sem bað leyfi til þess að fara til Liverpool. Eitt kvöldið hringdi hann í mig í uppnámi og sagði að það væri hópur fólks inn í íbúðinni sem hann var að leigja með vinkonu sinni og þeir voru búin að ná henni. Ég sá hann að fara undir rúm að fela sig og bað hann að hlusta vel og fylgjast vel með og láta mig vita ef það væri eitthvað sem hann tæki eftir, sérstaklega í farið sem daginn sem símann á speaker. Vitum menn, honum var rænt og síminn var á speaker og einn bófinn tekur upp símann og segir að ég muni aldrei sjá son minn aftur. Þá segi ég eins og er að ég búi yfir ákveðnum hæfileikum og að ég muni finna þá. Ég muni elta þá uppi, ég muni finna þá og ég muni drepa þá. Og það er það sem ég gerði. Ég var að lesa pistil eftir Ásgeir Ingvarsson, blaðamann hjá Viðskiptamokkanum, þar sem hann var að tíunda vankanta lýðræðisins og talaði að það kæmi oft í veg fyrir því að vestræn lýðræðisríki komst í gegnum stærri og flóknari framkvæmdir vegna þess að mótmælarétturinn er svo mikill og andmæla á mótmælarétturinn er svo mikill. Hann talaði að oft væri meira frelsi að finna í löndum þar sem að persónulegt frelsi væri minna og hann vísaði einhvern breskan fræðimann sem var fyrir Soros. Þannig að ég býst við að Ásgeir Ingvarsson verði í næsta Q-droppi. En ég man ekki hvað þessi fræðimaður heitir, hann er með einhver YouTube-brá sem heitir á Viðskiptamokkanum. En Tyrkland er einmitt eitt þeirra ríkja þar sem að meira viðskiptalegt frelsi er kannski að finna í hans skilningi orðsins, þú veist að mótmælaréttur og persónulegt frelsi er mjög takmarkað. Sama segja Rússland og Bandaríkin og Ameríku virðast vera á sömu leið. En þetta er svo barnaleg hugmynd í grunninn að halda að viðskiptafrelsi aukist þar sem að persónulegt frelsi minnkar, af því að þar sem að vald færist meira á einar hendur, eins og gerist í þessum ríkjum, eins og gerist í Tyrklandi, eins og gerist í Bandaríkjunum, eins og gerist í Rússlandi. Þar er viðskiptafrelsi hinna útvöldu töluvert meira, valdhafanna töluvert meira og þeirra sem því tengjast. Ég átti ekki von á því að sjá í eina dagblaði landsins mælt fyrir gerræði með þessum hætti, en það er hugvænlegt. Barnaleg hugmynd. Ég talaði við Katlu Njáls í dag, leikkonu sem hefur meira að segja hlotið Edduverðlaunin með skjaldhæðstökki. Það var mjög gaman að tala við hana. Þetta er 3 tíma lang, ég glemdi að taka með einhvern svona þrífóta eitthvað, þannig að það er mikil hreyfing á þessu og hann hafði gaman að því. Já, það var mjög gaman að tala við hana. Hún er mjög skemmtileg. Ég er svona að hafa mig allan við að þegar ég tala við sviðslistamenn hennar kynslóð og vera ekki að velta of mikið fyrir mér aldursmunum á okkur. Hún er 10-11 árum yngri en ég. En það var ekki að finna í samtalinu. Ég hef alltaf haft óbeit á eldra fólki, þú veist, ég hef alltaf haft óbeit á eldra fólki, allir 40 plus, ég hata þau. Nei, ég hef alltaf haft svona ofnæmi fyrir því að fólk spái mjög mikið í aldri þegar það talar við sér yngra fólk
en ég finn það núna þegar ég skríð bara lengur upp fertugsaldurinn og ég þarf svolítið að beita mig hörðu þegar það verður ekki einn þeirra. Hún var að halda útskriftarveislu, við töluðum það, við töluðum samfélagsmiðla eins og ég geri alltaf. Við töluðum Superman og wokeism og við töluðum iPad kids og þetta var mjög skemmtilegt spjall. Þetta eru 3 tímar, þannig að ég vonaði að það hafið ekkert planað í dag því að þið þurfið eiginlega bara að vera að horfa að hlusta á þetta lengst þáttur sem ég hef gert. Núna bænakart inn í Tyrklandi, veisla. Við erum á leiðinni til Kazakstan, ég og Hófí, þegar ég er búinn að finna Aron og komin örugum heim í gámi, þá ætlum við Hófí að halda áfram að fara til Kazakstan og ég tala aðeins það við Köllu. Eitt sem ég vil taka eftir inn í Tyrklandi, af því að persónulegt frelsi er svo takmarkað, þá fólk að hlýða podcaststjórnendur sem hlusta á þegar þið segja þeim að senda podcast á vini sinna. Þannig að kannski þessi bláskyrtu fasisti í mokkanum með rétta hugmynd. Takk fyrir að hlusta. Ég hafði mjög gaman að spjalla við Köllu. Ég vona að þið hafið gaman af líka og góða skemmtun og ekkert að þakka. Professionalism, please! Velkomin í podcastum þetta er ekkert að þakka. Ég heiti Stefán og með mér í dag Katla Njálsdóttir. Halló. Hæ, velkomin. Takk fyrir það. Hvað gerðir þú síðasta... Nei, við ætlum að byrja með nýtt. Hvað er eitthvað sem þú ert búin að horfa á eða hlusta á eða lesa í vikunni sem er skemmtilegast? Já, bákvæmt góð spurning. Takk, Aron bjóna til. Ég er búin að vera ég er búin að vera að taka eins og mikla menningu núna í þessari viku. Þú skilur ekki. Ég horfði á 3 íslenska bíómyndir. Ok. Á sunnudaginn. Hvaða bíómyndir? Hvernig á að vera klassadrusla. Svo beint eftir horfði ég á Gemsa sem kom út 2002. Já. Og svo beint eftir það horfði ég á Villiljós sem kom út 2001 eða eitthvað. Ok. Ég er mögnuð, ég veit það. Já, þú ert ótrúleg. Já. Ég held að við þurfum bara að segja takk. Og takk fyrir mig. Nei, já, og já, þannig ég er búin að gera það og svo ég bara búin að vera að hlusta á svona íslenskt punk í kringum aldamótin. Ok. Og það epískt. Hvaða punkur þá? Ég er svolítið búin að vera að taka inn pop-punkið, mína fyrirmyndir í dúkkulísunum og grílunum. Já. Þær eru Já, þær voru kringum aldamótin. Ég er svo lélegur í tónlistarsögu. Þær eru á undan, Okay. Ég er svona með þetta svolítið vítt að því ég er með frá 80 til svona 2005. Já, þú ert bara að tala um svona cirka millennial kynslóðina. Basically, ég er búin að vera mjög mikið í Kvarasi og búin smá botleðju, vínill, innvortis, meira, hvað er að koma til mig núna? Við bíðum. Það er allir að bíða. Við bíðum eftir rauðum merki. Þetta er lagið Biðin með dúkkulísunum. Ok. Já, ég bókstaflega finnast því, ok, ég var að hlusta þér labbaðinn, allavega. Já. Þannig að ég er búin að vera að umbyrða rosalega mikið af íslenskri menningu og svona íslenskri menningu sem var svolítið þegar ég var að fæðast. Já, hvernig ertu fædd? Viltu gíska? 98. Hæ? 2002. 2002? Jó. Ok. Já, veit. Cool. Þú ert í áfalli, ég sé það. Já. Og ég kann að meta. Vilt þú gíska hvernig ég er fæddur? Ég myndi segja 95. 93. Næstu því. Öfugt í mína átt, þannig að ég er mjög ánægð með það. Já. Ég er orðin 32 ára. Herðu, það er nú flott. Mínir bestu vinnir eru 32 ára. Er það? Allir bestu vinnuðinir? Allir 3, djók. Nei, þau sumir sem nær mér en svo er ég með 94 módel og 2 93 módel. Ok, viltu nefna bestu vinnuðin á nafn svo að hini vinnuðinir geta heyrt það og hugsað? Nei. Mér veist allt, ok. Ég er með lista sem ég sendi út á mína vinni. Vá. Aron er í 4. sæti núna. Ég held að þeir eru rankar. Þú ert að ranka á? Já, ég er rankað á, já. Ok. Og hann veit hvað hann gerði. Sem að landa á hann 4. sæti? Já, hann fór í frí í síðustu viku. Veitu, hvar var hann?
Hann hefur oft verið í fyrsta sæti. Niður 3 sæti, já. Það var viku frí. Sem þú þurftir að taka frá honum, eða hann Sem af því að hann er að pródúsera podcastið mitt og ég þurfti að taka upp 2 þætti án hans og það fór allt í steik. Típist. Já. Það fyrir allt í steik ef hann er ekki. En ég reyna að senda útlista vikulega bara á fólk til þess að átti sig á því hvort það þurfa að gera betur. Hvort þið þurfa að gera betur, til að, já. Og núna verður þú á þeim lista því að við erum komin í samband á Facebook Messenger í meðalista minn út frá því. Wow, það er stórhættulegt vegna þess að mínir vinir eru vanhæfir á Messenger. Já. Elín Sif er einu af mínu bestu vinkonum en ef við erum að ranka út frá Messenger skilabóðum þá er hún örugglega ekki á listanum. Sko. Hún svarar, hún tekur sér 5-6 vikudaga. Ok. Cirka bát. Ég svara einum skilabóðum. Já, Villi var þannig á tímabili, hann er hættur í núna. Við erum smá búin að skipta staða því ég er búin að slökka á öllum tilkynningum á símanum mínum. Já, frelsandi örugglega. Mjög frelsandi. Já, ég get ekki gert það. Nei, ég er svo heppinn forvitin. Já, það er líka, fólk þarf ekkert að ná í mig. Ég á ekki börn. Það er mælikvarðinn. Það þarf ekki að tala við þig vegna þess að þú átt ekki börn. Hvað ættu þið að spyrja mig Þau get ekki spurt mig börnin. Nei, ég er nefnilega alltaf vinir mínir sem eiga börn. Ég er alltaf að senda bara, hvað segja börnin? Já, hvað segja börnin? Skilurðu? Þú veist, þannig að ég skild alveg. Já, þangað til að ég eignast barn, þá, eða þú veist, ég lítið eða bara ekki á mig sem mannesku þangað til. Nei, þú ert náttúrulega bara halvu maður þangað til. Já, ég er ekki tilbúin. Já. Hvað gerir þau síðasta sunnudag? Síðasta sunnudag, ég horfði 3 íslenskar bíómyndir. Getur fyrir viku síðan? Akkurat fyrir viku síðan. Vá, varstu að undirbúa þig fyrir þetta podcast? Það mætti í alvörunni halda það. Ég veit að það eru margir sem eftir ég byrjaði með þetta podcast sem er alltaf að bíða eftir að fá boðið og reyna að lifa áhugaverðara lífi fyrir vikið. Ég samt í alvörunni hugsaði eftir að þú sendir á mig, þá hugsaði ég, ok, það væri gott að tala um þetta þegar ég fer. Skilurðu? Já. Man ég það núna, nei, en það kemur kannski til mín. Já. Sko, hvenær vaknaðir á sunnudaginn síðasta? Seint. Nei, veistu það? Þetta var náttúrulega verslunarmannahelgin. Þetta var verslunarmannahelgin, já. Og familjan mín fór upp í bústað með vinafólki. Hvað gerði ég? Ég var það eftir heima. Þú varst eftir heima? Já. Sko sjálfvilju. Já, þú varst ekki skilin eftir út undan. Ekki vorkina mér. Nei, þetta var yndislegt. Ég gerði mér uppáhaldsmatinn minn. Ég fæði svona hyperfixations á mat. Já, tengi. Þú veist, það er bara eitthvað svona eitt sem ég borða og mér finnst það alltaf gott. Ég er búin að borða pítsu 4 daga í röð núna. Hvernig? Castello. Hefur fengið að krosta málika pítsu? Nei. Er hún á Castello? Nei, það er einhver frozen pizza. Ok. Þannig hún er ódýrari. Hvað segirðu? Krosta málika? Krosta málika, þetta eru súrdegspizzur frosnar en þær eru amazing. Þetta er ekki auglýsing en ég væri til ég var að sponsa þeim. Já, mér vantar líka auglýsendur. Herrið í þeim. Þau hafa auglýst áður, sko. Ok. Nei, þau eru, sko, það eru æðislega pizzur en það er, mitt er, sko, nachos eða kúliakan. Já, ok. Ég gerði mitt eigið heima, svona til að spara pening. Fullkomlega. Fullkomlega? Já. Vá! Að því málið er, sko, þú ferðu mikið í bíó. Já. Eða fórst, að því að skiptir máli hvort þú hafið farið mikið í bíó vegna þess að Það þarf að segja nacho-sósan er ógeðsleg. Já, ég tek þessu persónulega. Ég er búin að vera hárið frá því að senda tölvupóst daglega síðan ég tók eftir þessu. Hef ekki gert það ennþá, að því að ég heyrði að þau hætti að selja hana því það var víst eitthvað í henni sem má ekki selja það, hætti að framleiða hana eða eitthvað rugg. Þannig ég var ok, hún er greinlega bara ekki til lengur. Fæn. Mæti ég ekki að fucking kúliakan? Fæði þetta nacho, smakka sósuna, nákvæmlega eins og ég hugsaði hvaða djósis rugl er það að þetta sé ekki til. Ok, því ég fann hana hér til sölu. Þú fannst hana á kúliakan og Suðurlandsbraut. Á kúliakan, sem er ekki lengur til held ég þar en á Mathöll Ok, á kúliakan í Mathöll Já. Gott mál. Og þú veist, en þá með þú veist að því hún rífur smá í það svona jalapeno keimur, fer til Detroit almatuminn, í júni, kaupið þar svona Tostitos jalapeno spicy dip. Já. Nákvæmlega eins. Himinlifandi, ég sko, finn þetta ekki á Íslandi, græt mér svefn, fer í Bónus. Sé þar, þess að þarna, ég man ekki hvað merki heitir, eitthvað svona Santa Maria eða eitthvað hann að dót, í svona áldollu með gulu loki. Ég hef smakkað hann áður og hún er bara ágæt. Datt mér til hugur vegna þess að hinn sko Tostitos dippið var sko cheese with jalapeno. Hvað ekki segja? Ok, let me try. Kaupi hana, kaupi jalapenositos, saksa smátt. Þú segir jalapenos? Jalapenos. Jala. Jalapenos. Já, takk.
og ég saksaði það svona niður, Já. hendi því úti, hræri, nákvæmlega eins. Ókei. Já, ég er búin að sigra leikinn, ég veit það. Já, þetta er mjög gott. Og ég átti þessa, og ég var svo spennt að segja frá þessu, sko, því þetta var mín uppgötun þarna helgina. Sko, eitt sem hefur líka gerst í bíómenningu, af því að ég hef aldrei verið hrifin að ég fá mér nachos í bíó. Það sem ég geri, og ég hef gert þetta frá því ég var svona 10 ára, er að panta mér popp og fá nachosósuna með og dýfi poppinu í. Jú, það er æðislegt. Sjö, ég er ekki að hitta þig þarna. Nei, ok. En þú veist, ég ætla ekki að dæma þig. Já, þú varst að því. Já, ég gerði það, en ég tek það tilbaka og ég byrst afsökunar. Alltaf læg, fyrir ekki þér. Að því sko, það er bara, ég borða nefnilega, en þú veist, þetta er líka bara, ég borða reglulega svona tortilla snakk, bara eintón, svona kornsnakk. Mér finnst það svona gott, sko. Ok, ég nefnilega hef aldrei verið neitt sérstaklega hrifin af Nei, ok, svona já, þá tortillasnakki. skil ég það. En ég elska popp líka. Já. En svolítið bara í sjálfu sér, En popp hefur líka versnað í íslenskum bíóum núna, eftir að þið byrjaði að setja það í þessa hitaskápa. Já, einmitt. Ég skal segja þér það. En Bíóparadís náttúrulega það með besta poppið. Bíóparadís er besta poppið, ekki spurning. En þegar ég var ungur maður, þá fekk ég alltaf, þá var bara skúbbað beint upp úr. Já, nei, ég man eftir því, Já, það var það ekki bara fyrir svona 3 árum svona hættið eitthvað? Þetta var, í alvörinni, bíóin breyttust öll og eyðilögðust pínu pons eftir COVID, það er bara þannig. Já, það fer líka enginn í bíó lengur. Það er að breyta, Oppenheimer og Barbie breyttu því smá. Já, og þetta er geggja bíósumar núna líka. Já, frábært bíósumar. Ég hef mitt fór í bíó á þriðjudaginn. Ok, tölum það seinna. Já, við höfum eftir að koma því, við erum á sunnudeginum. Já, en þú vaknar og er það þá sem þú færðir í morgunmat? Nei, svo vegna þess að ég var komið með nýtt þarna. Þú varst komið nýtt, ok. Ég komið með annað æði. Já. Og það er eitthvað sem ég hef dæmt frá því ég var unga því að mér fannst þetta viðbjóður og bara eitthvað svona hollt fæði. Sólkjarnarúbrauð, hljómar hræðilega. Já. Með nóg smjöri og havartaosti. Já. Þetta er örugglega best, nei það er ekki rétt. En það er viðbjóðslega gott. Já, býttu þú búin að tellja upp allt sem að... Já, þetta er bara þetta. Ok. En sko þetta saman. Já. Þetta eru töfrar og ég tek fram að það eru 7,7 grama trefjum held ég í einni slæsu. Meltingin, hún er mikilvæg. Já, ég þarf á þess að halda. Þessu brauði, við getum bara orðað þannig. Þú veist, þannig að ég byrja dæmin á því. Já, mjög gott. Já. Ok, þannig að þú vaknar og færðir sólkjarnar og brauð með nóg af smjöri og havarta. Já. Og er það sem bara beint í sófan að horfa á sjónvarpið? Nei, ég er búin að hefja nýtt líf sem iPad Kid. iPad Kid? Ég geng loksins undir nafni, ég hef oft verið kölluð það. Ok, af hverju hefur fólk kallað þig? Vegna þess að ég er að reka búgarð í símanum. Já, ok. Já, ég er með Farmville. Heyday. Heyday? Já. Það er Farmville ennþá til? Ég held það. Ok. Ég veit það ekki, ég var alltaf bara verið í hinum, sko. Já. Og ég var alltaf, þú veist, að púla þennan hérna og fólk gæti ekki talað með það því að bara gæði, sorry, ég þarf fyrst að gefa dýrunum mínum að borða, skilur. Og þá var ég alltaf kölluð iPad Kid, samt bara með síma. Já. En veitir menn, eftir ég keypti mér iPad. Já, ég gerði það. Það er allt annað líf að eiga iPad. Það er það? Já. Fólk talar þetta og ég get bara staðfest, skilur. Já, þetta var frjálsloksins. Og ég ríf þá þarna upp iPadin síðan pizzastaðinn sem ég á núna. Ég er að sjá pizzastað. Er hann líka í Heyday? Nei, það er annað forrit. Okay. Þetta er good pizza, great pizza. Ég fíla að kalla þetta forrit en ekki leik. Þetta er ekki leikur, ég er að reka business. Já, þú skráir þinn í vinnuna. Bókstaflega, og ég er að vinna þarna nokkra daga, þú veist, kannski ég er í vilsu pizzu, þá þegar ég bara endurgræða, skilur. Þú veist, ég er í vinnunni og með hvað ég tens þegar ég spila, að þá er eins og sé að tala við alvöru fólk. Og síðan auðvitað er ég að sjá tívolígarðinn minn. Tívolígarð? Já. Býttu, er þetta ekki búgarður? Ertu ekki með skepnur? Þetta eru 3 mismunandi leikir. Já, ok. 3 mismunandi forrit, meinar. Forrit, já. Ok, þannig að þú ert með tívolígarð. Hvað heitir það forrit? RCT Touch. RCT Touch. Og ég downloadaði þeim leik af Netflix. Af Netflix? Já, Netflix Games er eitthvað dæmi. Já. Nú ætla ég að gera svolítið sem ég er búin að gera í hverjum einasta þætti síðasta mánuðin. Af því ég öllum samfélagsmiðlum á símanum mínum. Vá, ok, út betur en aðrir. Ég veit það. Þannig að ég er búin að vera að spila þennan leik hérna. Þetta er leikur sem er alltaf að koma í auglýsingum. Já, sonur Aron sem er 12 ára var að skjóta á mig, Hófi og Betu hvora hans Aron sem daginn og hann sagði að hann var bara að byrja að spila leikinn. Hann sagði, þið eru alltaf einhverjum clickbait leikum. Þetta er clickbait leikur, sorry. Já. Sorry, þetta er það. Þetta er það.
En ég meina, allt í góðu, ég hef spilað hann sem auglýsingu Auglýsingu. og það er gaman. Ég spilaði hann sem auglýsingu og síðan keypti ég hann fyrir $6 til að losna við auglýsingunar. Já, ég skil það. Ég á ennþá eftir, sko, finna þér, ég er svo erfið. Ég hef keypt upp fyrir kannski $6 Já, og finnst það allt í góðu. Já. En svo ef ég kom með app sem ég nota ógeðslega mikið og þarf að borga $6 fyrir að sleppa auglýsingum, þá er ég eitthvað, þetta er svo mikil peningur. Ég skil ekki. já, þetta er svona þú ert að þeim er meira að láta undan Já. fíknin í hennan leik. Já, Þetta líka forrit því það er fyrirgefðu. alltaf að poppa upp eitthvað, hei, tilbúð, ég er alltaf Já. eitthvað, nei, þú nærð mér ekki Já, svona já. auðvitað. Ég skal gefa þér allan tíman minn Í en staðinn- þessar 900 Ég skal krónur. horfa á mínútu auglýsingu 6 sinnum á dag í stað þess að borga. já. Ok, þannig að þú ferð í iPad Já, og ég er bara svolítið í honum. þú ert bara í iPad. Það var náttúrulega mjög leiðalt viður. Já. Þú veist, Ég sem skal að ég alveg trúa elska. því. Ég þrífst í því, sko. Þú þrífst í óveðrinu. Já. Já. En ég þurfti, ég á hund og er að passa annan hund. Hvernig hund áttu og hvernig hund ert að passa? Þetta eru bæði dvergsnásirar. Ég á Æðislegt. hvítan og við erum að passa svona salt og pipar. Svona, Já. já. Eru þeir vinir? Nei. Jæja. Eða þú veist, mín þól er ekki hina. Ok. Af Er því hún þetta tvær svolítið tíkur? uppáþrengjandi, já. Og Já. það er alveg, þú veist, það er alveg 5 ára milli þeirra. Já. Og mín eldri, og hinn er svo uppáþrengjandi, sko. Já. Hún er alveg, hún getur hann ekki. Ég er að díla við svolítið svipað. Ég er að passa... Ég Barn. er að passa barn Þú hatar og það. ég hata það. Það er, Það er svo uppáþrengjandi. sko, ég skildi það bara eftir heima núna. Já. Ég er að passa, ég er með í fóstri köttin þeirra Blævar og Gumma Fel. Svona, þau búa Já, í 2 ár, þannig þess vegna þú- segi ég í fóstri. Já, þú ert ekki með pössu, já, með þess. En ég á kött sem heitir Lísa og hún er best, ég skulle sína það myndað henni. Veist þú hvað þessi tegund heitir? Eða þú veist, ert þú svona einn af þeim? Sem er eitthvað, já, Nei. þetta er svona bengalís eitthvað. Nei, en það er svona Norskur. bengalís í hverfinu mínu. Ég veit Og ekki svo hún er hvernig mjög það falleg og lítur stór. út. Býtu, ég ætla að sína það mynda Lísu. Ekki það, ég er ekki, þó ég eigi hund, þá er ég ekki kattaheitir. Mér finnst kettir ógeðslega sætir. Ég gæti örugglega bara aldrei átt kött. Af því Ertu ég á með- hund sem að fer ekki úr hárum, skilur. Ég er Ertu svo- með ónæmi með það? Nei, ég bara verð auðveldlega pyrruð. Hérna er Lísa sem kettlingur Ó, ok, hún er mjög sætt. og ég ætla að sína það nokkra myndir viðbútt. Hérna erum við Lísa í fjallgöngu. Ertu með henni í bandi? Ég var með henni í bandi. Hérna er Lísa að drakka vatn. Það finnast ég veit, er fólk með kett í bandi. Fyndi það því að það er svo cool. Já. Já, hún hlýtur að minna það. Hérna er Lísa við hliðin á kassa af Lucky Charms. Það er hvernig lítil. Já, býtu, síðan sko, hún var í skaupinu. Ha? Já, Áttu leikarakissu? ég á leikarakissu. Ertu með sér reikning fyrir Theater hana þegar það dad. er greitt eða ertu að taka peningin hennar? Ég er að taka peningarnar, ég er að eyða honum í áfengi. Vá. Hérna er Lísa að gefa besta vini sinum 5. Hann heitir Albert og hann er pökkhundur. Sjö, eins og kettir sem að fíla hunda, það er líka svona a different breed, skilur. Þetta er æðislega mynd. En við erum svolítið að passa Nóru og Nóra er með Nóru-veiran. áfallastreituröskun. Við erum að passa Nei. Nóru-veiruna. Já, af því að það er kona í göttunum minni. Sem Er að, hún með PTSD af völdum mannesku? já, Nei, það er hræðilegt. Sko- Ég hélt bara að segja höndum einhverju annars svo dýra. nei, því miður. En þessi kona hefur reynt að grýta Lísu með trékupp. Og þá lét ég í mér heyra, kalla. Ég ætla rétt að fá ekki vona það. En síðan lét hún fyrir nokkrum sömurum fjarlæga Nóru af dýrasviði Reykjavíkurborgar og dýrasviði týndi henni í 2 eða 3 vikur. Þannig að Nóra var villiköttur í þann tíma og þú veist, kettir sem lifa það að vera villikettir, they've seen some shit. Já, ég trúi. En Lísa er yngri en Nóra, þannig að Lísa er alltaf að fokki henni í Nóru. Já, Og það og espa upp þá hennar erfiðus áfallasögu. Já, og þá er bara slegist og rifust, sko, á Auðvitað. mínu heimili. Og hún getur auðvitað ekkert í því gert. Þú verður að fá svona dýrasálfræðing. Ég þarf að fá dýrasálfræðing. Reyndar eiga Gumma og Blæra að borga meðlag en þau hafa ekki gert það í smá stund. Nei, Deadbeat mom and dad. greinilega. Ok, þannig að þú fórst út að labba í vondaveðrinu Já. með 2 míní. Hvað heitir hundurinn þinn? Hún heiti Kría. og Hvað er við hún erum- gömul? Hún er 9 ára. Nei. Jú. Ok. Víst, hún er það. Hún er það. Er hún það? Já, hún er það. Já, hún er það. Já, Já, nákvæmlega. hún er 9 ára. Já, hún er það. Þannig að hún er fædd 2014. Eða, Nei, 2016. já, það meikar vinsins. Já. Og hún Já. kemur þá inn í lífið þitt þegar þú ert 14 ára.
besta, Æðislegt. sætust. Og þarf hún mikla hreyfingu? Nei, Gott. hún er rosa slög, sko. Já. En hún fyrir alltaf út á hverjum degi, sko. En nei, hún er voða slög og hún er sætust í heim og hún hafi sér ennþá þessu hvolpur. Geðvegt. Já. Er hún kúrin? Það fer eftir dögum bara. Ok. Bara eins og Eins maður og er sjálfur. Já. þú veist. Bara like mother or like dog, you know. Já, nákvæmlega. Já. Ok. Og þannig að þú fyrir út að labba. Er það fyrsta sem þú gerir morgunin? Er það fyrir eða eftir sólkjarnabrauðið? Eftir. Já. Og drekkur þú kaffi með þessu? Nei, ég drekki kaffi, ég er með barnabræðlauka, ég get ekki drukkið kaffi. Mér finnst sólkjarnarúbrauð ekki vera barnabræðlauka. Nei, svo ég er að verða fullorðin, en kaffi, það er langt í land fyrir kaffið. Mér finnst það, ég kúast, sko. Þú kúast alveg? Og bara af lyktinni. Já. Hvernig var í bekknum þínum í listaháskólanum? Kaffidrykki almenna og var meiri kollab? Það var meiri kollabstemming, en jú reyndi að það drukku allir kaffi, en það var mjög mikil kollab. Það var bæði, og ég fann ekkert fyrir það miklu mótlæti. Alveg einhverju, jú. Ég man nefnilega bara á listaháskólanum, ég var reyndar á Stöðsöfundabraut og við erum náttúrulega aðeins meiri töffarar. Já, þau eru það. Og þar var bara alltaf kaffilykt. Já. Við vorum öll með kaffi og sígarettur. Já. Nei, þú veist, jú reyndar, það voru líka sígarettur í okkur. En nei, það var bara, svolítið bara almennt koffín bara til að lifa dagina af, sko. Já, það er langi dagar hjá ykkur leikurum. Það eru, og mikil hreyfing og ekkert súrefni, skilurðu. Nei, emmett. Þú fyrir út að labba með Kríu? Og Kópi. Já, ég veit að Kópi er karlmannsnafn. En það var bara búið ákveða hvað hundurinn átti að heita áður en þau fengan. Veistu hvað Lísa er? Lísa er Fresh. Nei. Já, við fengum Lísu. Vá. Okkur var sagt að hún var í læða. Förum með hana til dýralæknis og við segjum, þetta er læðan Lísa. Og dýralæknirinn segir, kíkir undir hana og segir, já, þetta er læðan Lísa. Síðan erum við að fara að gelda hana og förum með eitthvað svona undirbúningstíma eða eitthvað. Áttu intersex kött? Já, og þá var allt í einu pungur kominn. Og hann var massífur í hlutfalli við köttin. Áttu intersex kött? Ég held það, já. Vá, en við erum allavega búin að gelda hana núna og við bara tölum hán. Já, sumir segja hán. Ég á nokkra vini. Hún notar öll fornöfn. Hún notar öll fornöfn, já. Ég á nokkra vini sem eru svo uppteknir af kynjatvíhyggjunni. Birnir Jón Leikskáld þar fremst í flokki, sem að segir alltaf Lísi. Já. Hann getur ekki sætt sig við að Lísa að fæðist sem Fresh. En var ekki komið eitthvað hjá mannanafnanefnd, ég veit þetta er köttur, en mannanafnanefnd að nöfn sé ekki með kyn lengur. Þú veist, ég má lögulega heita Freyr. Það er geðvegt. Þetta vissi ég ekki. Kannski er ég að ljúga, það gæti vel verið. Þú gætir verið að ljúga mér. Ég er örugglega að ljúga þér. Og ef þú ert að ljúga, þá tókst það vel. Takk, ég er líka með gráði í því að ljúga. Já. Það var fyrir eða eftir listaháskólann. Hafa fyrir, það var sérnámskeið sem ég tók. Lígars. Já. Ok, þannig að þú ert búin í iPad, veitingastaðurinn í business og... Búminn, sko. Og, Búminn business. Búminn business. Og skemmtigarurinn líka. Já. Og skepnunar sáttar. Þá ferðu og borðar morgumat. Síðan ferðu... Sko, tölum ykkur fram morgumat. Ég borðaði aldrei morgumat. Þetta var eiginlega hádegismatur. Klukkan hvað vaknaru? Ég vaknaði svona kannski 11 en ég er ekkert að borða fyrir en svona 1 kannski. Ok. Ertu í rúminu að sinna þínum ýmsu störfum fyrst? Samfélagslegu störfum, bara svolítið að skoða samfélagsmiðla. Já. Og hvenær ferðu að sofa nálega? Svona, ég er búin að vera að vinna með svona 2-3, reyndar núna í nótt fór svo klukkan svona 4:30. Wow. Já, ég veit að ég er svo cool. Ég má ekki vaka það lengi. Nei, það er bannað. Það er á að vera bannað. Já. En, já. Það er 12 helgar hjá mér. Já, er það? Já, ég er enda fer alveg helst bara upp í rúm klukkan svona 9. Ég var að veistlustýra í gær, þannig að ég er ekki komin upp í rúm fyrir 11:30. Og ég finn fyrir því. Já, ok. Ég sef helst í 10 tíma. Ok. Ég þarf að sofa í 8 tölum, sko. Þú þarft að sofa í 8 tölum? Já, annars er ég ónýt þegar ég vakna. Og ég er best í 7 tímum. Eða 9. Ég held þetta sé svolítið konur, sko. Já, að konur þurfi 8 tölur, frekar. Sko, er enda oft talað um að konur þurfi, eða þú veist, það er að segja, kvenhormónin þurfi meiri estrogenið eða hvað sem það er. Já. Þurfi meiri svefn, sko. Já, maður hefur heyrt þetta. En, nei, ég veit ekki, þetta er eitthvað varðandi remhringi. Já. Af því þeir eru 3 klukkutímar. Ef þú vaknar í miðjum remhring, þá ertu alveg svona, skilur. Ég er alltaf þannig þegar ég vakna. Já, það er kannski að þú sefur í 10 tíma.
Já, gæti verið. Nei, ég ætla bara að segja það. Það er að því þú segir Já. þessi 10 tíma. Nú hljómar bara eins og hófí mín. Já, Hún sefur í svona 7 tíma og er alveg góð. já en það er líka því þú ertu búin að fá, þú ert búin að klára hring og þá ertu, ég Tilbúin að- reikna á henni fyrir að sofa. Þú reiknar á hann fyrir að sofa? Já, Já. þú veist, með svona 20 pluss mínus hvernig ég er að fara að sofna. Byrja náttúrulega að panika síðan ef ég get ekki sofna. En þú veist, svona hvort ég sé að fara að sofa í 7 eða 9 tíma. Ok. Og hvað þú veist... Það er valtari fyrir utan. Er þetta eitthvað svona þannig að þú ert að verðluna þig með að taka 9 tíma eða er þetta bara alveg random? Það fer bara eftir hvenær ég er að fara að sofa og hvenær ég þarf að vakna. Síðan fyrir út að labba með Krí og Kobi og hvað gerur þú svo? Svo var það nachosið. Það var nachosið. Það var kvöldmaturinn. Já, ég er ekki alveg að átta mig á tímanum. Nei, þú veist, ég fer aftur náttúrulega í iPadinn, skilur þegar ég kem inn. Já. Ég ætla ekki að ljúga. Ég var þá smá eins og ég ætti við vandamál að stríða þessi síðustu helgi af því ég bjó í iPadinu mínum. Já, einmitt. Og þú veist, við erum að tala ég var í iPadinum og ég var með Netflix í glugga svona í hotninu niðri. Þú veist, ekki einu sinni með bara Netflix í sjónvarpinu? Nei. Ég var smá svona case bara. Já, þetta hljómar nefnilega eins og það hafi bara verið eitthvað alvarlegt í gangi. Ég veit það, en... Þetta er mjög miklu svona flótta hegðun. En ég þarf, ég virka þannig, ég þarf bara minn tíma. Já. Þú veist, ég þarf minn alone time og ég þarf að loka á allt annað og ég þarf bara að fá að vera, ég vil ekki nota þetta svona lauslega en ég þarf að vera smá einhverf, eða skilur, ég þarf bara að fá, stundum þarf ég bara að loka og ég þarf bara að vera með mitt og það má eiginlega enginn tala með mig. Ef einhver hringir í mig þá fæ ég alveg bara svona hvað er hann svo þannig að vildu mér? Sko, nú heyri ég út um allan bæ, fólk er að segja þetta út um allan bæ, að ungt fólk, að þið talið ekkert í síman. Er það þín upplifun? Þegar fólk hringir í mig, þá fæ ég alveg svona, hvað vildu mér? Já. Að því ég ræð hvenær ég opna skilaboð. Ekki það. Jú, svo sem finnst mér alveg fínt að tala í síma. Nei. Já, ég var erfiður samband, ég er ekki alveg viss. Veistu hvað ég byrjaði að gera? Nei, það er því að við erum að hittast í fyrsta skipti. Já. Þegar að, eins og Vigdís Haflaðardóttir, hún hringir oft í mig, af því að það sem hún gerir, og þetta myndir vita að þú væri búin að hlusta á alla þættina á þessu podcasti, þá fer hún á göngubrettið sitt og notar þann tíma til að hringi í vini sína. Aron Már gerir þetta líka. Aron Már Olsson. Já, ég er þrissun fengið síntal frá honum á göngubrettinu í work class bara, hvað segirðu? Já, einmitt. Vili Netto er vinur minn, bara ég ætla að nefndrópa einu svona oftar en þú. Oh, I see you and I will raise you, sko. Og hún hringir og er bara svona að spjalla, eitthvað. Og ég er byrjað að segja við hana og fleiri, mjög fljótlega, af því að mér finnst mjög leiðilegt að spjalla síman. Ég segi bara, hvaða erindi áttu við mig? Já, það er ósvo sniðugt. Ég ger þetta við flesta. Og þá kemur erindið. Og síðan segi ég, jæja, nú er þessu símtali lokið. Sér út með þín mörk, þetta er bara flott. Já, ég er mjög góður að setja mörk. Vá, vel gert. Ég er bestur í því. Vá, já. Vel gert, til hamingju með það. Takk. Já, nei, það er hjá mér, og vinir mínir vita þetta, að það er bara ein manneskja sem má alltaf hringi í mig og vera ekki með neitt tilefni. Og það er ég. Já. Og? Kiddi minn. Já. Króli. Já, sjáðu, ég veit það. En það er þannig, hann er svo eini sem að má hringi mig og það er ekkert sérstakt. Eiginlega allir aðrir, þetta er kannski leitt frá aðrir vinir mín, en þau veit þetta þannig að það er alltaf góð. Já. Og ég veit ekki þú komur ekki eins og hlusta á þetta, en þá er það þannig að þú veist, annars vil ég alveg fá að sé kannski eitthvað ákveðið sem að þú vilt ræða. Já. En þú veist. Ég vil helst að símtöl virki svona eins og almennilega fundargerð. Þannig að það sé bara sagt í byrjun, bara svona borið upp, ég vil tala um þetta og þetta og þetta. Já. Nei, ekki fundargerð, heldur fundar annað boð. Já, en svo stundum fyrst mér þú veist hlutir, margir hlutir, eins og til dæmis eins og með fundi og svona, og fundi í skólum og símtöl og eitthvað svona hittinga. This could have been an email, skilur. Já. Við vistum svolítið gleyma því, við lifum á þessari tækniöld. Já.
jú, við erum kannski eitthvað svona hætt að vera með hvort öðru og eitthvað svona bla Já, bla já. bla, eitthvað missa tengsl og eitthvað, en Já. þetta gæti hafa verið tölvupóstur. Já, einmitt. Skilurðu? Já, bara algjörlega, sko. Þannig að þú ert í iPad allan daginn Já. og... Ég sest fyrir framann sjónvarpið, sko, með nachosið þegar ég er búin að hitta það upp, sko. Ok, og ertu þá að horfa á A-klassa drusla? Já, hún var nefnilega í línulegri bara á RÚV. Og náðurðu bara byrjuninni? Já, þetta var magnað, ég kveikti á sjónvarpinu Já. og ég sá að hún var og ég eitthvað, herrðu, ég ætla alltaf að horfa á hana. Íti á takkan hana, Já. sé að hún er bara að byrja á mínútinu og ég eitthvað, nú jæja. Aldrei þessi vant, horfa á línulega dagskrá. Já, veistla. Nei, fyrirgjöðu. Ég horfði fyrst á nýja Crouch þáttinn sem var deginum áður. Crouchinn Seltjarnarnes. Já, ég er búin að fara fyrsta þátt. Hann var mjög skemmtilegur. Já, þeir eru frábærir. Gott mál, og horfir þið sín í beinu framhaldi á Gemsa? Ég sést horfa hana og ég hugsaði, íslenskt, meira svoleiðis, að því maður færi svo mikla, sko, einhvern svona innspýtingum, maður verður svo spenntur, ég verður svo spenntur í horfa á íslenska bíómyndir. Já. Ég verður svo inspireruð og hugsa alltaf eitthvað, ég get gert þetta líka. Já. Og svo vil ég líka bara vita hvað kom á undan mér og sjá bara íslenska kvikmyndasögu, þannig að, og bara styðja íslenska kvikmyndagerð. Og hérna, ég verði ræði og hérna, þannig ég fer á vottið og íta á íslenska myndir og sé þar, þær eru náttúrulega mun dýrari, íslensku, þær eru 1000 kall, sko. 1000 kall? Já, til leigu. En þessar eldri voru 790 krónur. Það munar um það. Þannig ég sendi á mömmu mína SMS og sagði, má ég leiga mynd? Já. Ég er 22 ára. En ég gerði það og hún sagði já. Já. Þannig að þá horfði ég á Gemsa. Og varstu ánægð með Gemsa? Já. Hver af þessum þremur þótti þér best? Það var Anna Gemsar, það var A-klassa drusla og hver var eftir þriðja? Það var... Villiljós. Sko, það er erfitt að segja, sko, það er örugglega Gemsar, en Villiljós er a close second bara út af því að hún er svona allt öðruvísi sem maður hefur séð, hún er svona experimental filmmaking. Ok. Eitthvað sem að ég sakna í íslenska kvikmyndagerð, eitthvað sem að eiginlega bara eins og Tumi Gonzo er að gera, skilur. Já. Það var lítið svona tilraunakennda í bíói og reyndar líka í leikhúsi. Þetta er eftir að 17 elskendur hættu eða fór í pásu þá er voða lítið þetta, sko. Já. Sem er leiðilegt, en mér finnst ógeðslega gaman að horfa á þetta og hugsa, sko, við vorum einu sinni ógeðslega flippuð og freaky. En hún er stórfurðuleg, sko. Já. Geturðu sagt mér plottið í Villiljós? Manni hvort ég hef séð hana. Hún heitir 5 mismunandi sögur þegar það verður rafmagnslaust í Reykjavík. Ég hef ekki séð hana. 5 mismunandi sögur, þannig að þetta eru 5 mismunandi leikstjórar og hver leikstýrir hverjum hluta, sko. Það er bara A-klassa leikarar í þessu, sko. Ok, hverjir? Nína Dögg og Gísli er þarna, bara svona örugglega 20. Wow. Já. Það var í gamla daga. Það var í gamla daga. Og svo er Edda Björgvins, Eggert Þorleifs, Björn Jörundur, Ingvar Nanna Kristín, ef ég maður rétt. Tómas Lemarki, Rúna Freyr, Helgi Björns. Okay. Ég gæti haldið áfram. Þú gætir það, en við skulum ekki gera það. Nei. Og þú horfir á þessar 3 myndir í beit. Já. Ég ætla að segja að klukkan sé þá orðin 10. Þegar þetta er allt saman, þegar þessu er aflokið. Nei, klukkan á 3. Klukkan á 2. Nótt. Já. Og er það þá upp í rúm? Já. Og þegar þú ferð upp í rúm, ertu fyrst að taka svona síðasta tjekk á fyrirtækjunum? Vá, vel spottað, já. Ég þarf allavega sko tífóligarðun að því ég þarf að ná öllum peningnum að því kassarnir fyllast, sko. Já, ég þarf að tæma það svo ég geti grætt meir nóttina. Já, mjög gott. Og hvernig gengur þér að sofna? Vel. Gott. Hvort vaknar klukkan 9 eða 11 á mánudaginn? 11. Gott. Þá er frídagur verslamanna. Þú ert verslunarmaður, þannig að þú ert í fríi. Og hvað gerur? Hvernig byrjar dagurinn? Ég er að muna núna. Akkur man ég ekki? Ég náttúrulega vakna og ég fer náttúrulega í iPadin aftur, skilur. Já, við skulum bara hafa það sem svona given nema eitthvað stórkostlegt hafi komið upp á hjá einum af fyrirtækjunum. Þú veist, út samtalið. Já, við þurfum ekki að nefna það. Það bara, ef það er dauð stund sem ég er ekki að nefna, þá var það iPadin. Þá var það iPadin, já. Og, einmitt. Já, mamma og systir mín og þær koma heim úr bústaðnum. Áttu eldri eða yngri systur? Yngri, hún er 7 árum yngri en ég. 7 árum yngri en þú. Þannig hún er fædd 2009. Já, þú ertu fljótur að reikna. Ég er bestur í tvennu.
setja mörk og reikna. Og vera hóvar. Já, ég svona í topp 3. Já, bestur ég að vera hóvar. Já, ætla það ekki. Já. Ég var að horfa á Popstar daginn. Hefur þið séð hana? Með Andy Samberg? Já. Já, en þetta er óslæland síðan. Ég sá hann í fyrsta skiptum daginn og vá hamingju. hvað hann er fyndin. Já. Mockumentaries eru náttúrulega sko, er þetta ekki svona, þetta er svona Þetta er mockumentary, jú. Það Þetta er geðvægt form, ég hef lengi langað að gera mockumentary en ég hef aldrei gert neitt í því. Andy Cohen, nei. Sacha Baron Cohen, kóngurinn. Veistu hvað ég er að gera? Ég er að fara til Kazakstan í nótt og ég er ekki að djóka. Þaðan er Borat. Ertu í alvörun að fara? Sorry, af hverju Af því áttu að- erindi þangað? Konan mín hún Hófi Já. er að fara á bókasamsráðstöfnu í Kazakstan. Þetta er eitthvað sem þú getur sagt í, þú veist, Two Truths, One Lie. Ég hef Já. farið á bókasamsráðstefnu í Kazakstan. Já. Ég fer á bókasamsráðstöfnu allavega einu svona á ári. Í Kazakstan? Ekki Kazakstan. Nei. Ég var í Árósum síðast í Danmörku. Það meikar sensu. Já. En að fara til Kazakstan? Já. Það er enda frekar epíst af því að ég held að maður sé ekkert svolítið að fara þangað. Ég held nefnilega að það sé málið, sko. Hvernig er það? Er gaman að svona? Ég get reyndar alveg ímyndað með það að svona bókasamsfræðingar séu drykkjufólk. Þeir Mér líður svo þau séu freaky. Don't get me started. Nákvæmlega. Ég er, sko, jú, það er gaman. Ég er ofta ekkert eitthvað, ég er ekki á allir ráðstöfnunni, en ég kíkja á einhverja viðburði. Það sem fólk er bara að tala um flokkurinn kerfið okkar við vinnum með á eftirnöfnum. Það sem ég komst að í Árósum er að það er grimmt networking í gangi. Það voru allir að rétta manni nafnspjöld og ég var eitthvað, þú vinnur á bókasafn í Finnlandi, af hverju leistu penta nafnspjöld? En ég skil ekki, er þá því eins og þín hún vinnur á bókasafn, ekki satt? Er hún þá bara eitthvað, Jurgi Kagastan frá Finnlandi, hann kann að flokka bækur. Hvað þú á borgarbókasafni í Reykjavík og... Já, sko... Þú veist, af hverju ert að networka? Hvað ert að fá? Sko, getur þú fengið bókska umbáðsmann? Það ég skil alveg eins og á kann eða eitthvað úr að fara, þá ertu eitthvað svona að networka því þú veist... Þú vilt fá hlutverk og eitthvað? Já, umbóðsmenn erlendis eða framleiðendur, guð veit hvað. Sko, já, það er að því að bókasafn eru það er verið að breyta svolítið svona erindi bókasafn, þannig að það er að vera meira samfélagshús. Ok. Samfélags- og menningarhús. Vá, skemmtilegt, það hljóma vel. Þannig að þetta er rosalega mikið svona bara, hvað maður að segja, svona hugmyndaskipti og síðan er líka einhver svona, það er bókasafnsiðnaður. Þú veist, það er einhverjum svona alls konar non-profits sem eru að agitera fyrir bókasöfnum og þau eru og síðan eru alls konar fyrirtæki sem þú veist framleiða eitthvað app til þess að ég skil, gera eitthvað auðvelda skráningu og guð veit hvað. Já, þannig að það er networking. En já, Sacha Baron Cohen, hann er kóngurinn. Hann er samt, er hann ekki smá problematískur? Ég var að sjá mynda á hann þar sem hann er orðinn gett massaður og olíuborinn. Er það problematískt? Ég veit það ekki. Ég var að sjá þessa mynd í fyrsta lagi. Ok. Í öðru lagi, ég tel það ekki vera problematískt, en hann er örugglega, þú veist, eru þeir það ekki allir? Já. I'm sorry. Sacha Baron, þú veist, já, grínistar eru upp til, þetta er hræðilegur þjóðfélagshópur. Ég ætla að finna myndina á honum. Það var sketch í gangi. Muscles. Vá, flott search history. Sacha Baron Cohen, Muscles. Hérna. Já, já, nei, þetta er ekki problematist, ég fæ mig ekki til að segja það, þetta er magnað. Já. Þetta er eitthvað sem ég aldrei geta ímyndað mér. Hann var að gangi gegnum skilnað, vist, og... Voru hann og Gellan í náju sími rauðharða að skilja? Já, ætli það ekki, ég veist ekki að þau voru saman. Þau voru sko saman, þau voru svona hamingjusamlega saman, greinilega ekki, en... Damn. Já. Þetta eru fréttir, anyway. Þetta eru fréttir. Ok, þannig að þú ert vaknað klukkan 11 og allt er komið á stað. Já, þær koma heim, systir og mamma þín. Já. Og eru fagnaðarfundir? Já. Þær voru þarna fyrir helgi, skilurðu. Mér leið mjög vel einni heima
mín vegna hefðu getað gist þar á nóttin, móðir mín ætla að fara í vinnuna, þannig að nei, Hvað gerir mamma þín? hún sér reikninga hjá Ríkisútvarpinu. Ok. Er hún búin að vera lengi þar? Ég frá því, mann eftir mér. Ok. Hún þekkir kannski foreldra mína þá. Þau unnu hjá Ríkisútvarpinu. Já, örugglega. Pappi sem hljóðmaður og mamma sem þýðandi. Mamma vinnur ennþá sem þýðandi. Já, hún Í veit. verktöku. Hún borgar örugglega reikninga. Nei, hún borgar henni örugglega. Já. Hún sendir móður minni 100% reikninga. Einmitt. Já. Lítið land. Allt of, já. Hvenær koma þær heim? Ok, þau reyndar komu ekkert heim, þetta var náttúrulega, þau voru Hofsós, sem er alveg 4 tímar. Þannig þau voru ekkert að koma heim fyrir, þau voru ekkert að koma heim fyrir 5-6 og ég er þarna búin að senda á mömmu mína, líti upp á iPadinum, sendi á móður mína, hvort þau ætla að fá sér eitthvað að borða á leiðinni, af því að ég var svöng og ef að ég er að halda veislu hérna á föstudeginum eftir, þannig ég er búin að vera að versla inn fyrir þetta partí, þannig að ég ætla að spara pening og ef þau ætla að fá sér eitthvað þá ætla ég bara að fá mér með þeim, skilurðu. En nei, þá fæ ég klukkutíma seinna að þau hefðu shoppað sér á leiðinni. En það var alltaf góð, ég var búin að vera svo mikið í pítsaleiknum mínum að ég var að kreyfa pítsu, þannig að ég fekk mér svona hásumarstilboð hjá Dominos. Já, einmitt. Ég er með samsæriskenning með þetta hásumarstilboð. Af því að það var alltaf tilboð sem 1790 krónar tilboð sem breyttist síðan í 1890 krónar tilboðið sem var þetta hásumarstilboð. Var ekki 30 tilboðið? Jú, það er allt annað. Já, það er önnur umræða. Já, við þurfum ekki fara út í það. That's a whole nother thing. Það er of erfitt, já. En núna er þetta hásumarstilboð sem kostar 1990 krónur fyrir pítsu með hvað, 2 eða 3 áleggstegundum? Sko 2, en Já. Ég vildi fá mér hvítleik.is pítsuna. Já. Og hún er með miklu fleiri árlegum heldur en 2. Já. Og ég ákveði að íta á hana og velja hana samt. Þá var það pluss 1250 krónur og ég var eitthvað, ok, kannski er ekkert að spara á þessu. Viti menn, þetta er sko hásumarstilboðið er stór pítsa. Ég kíki yfir, ef ég fæ mér hvítleik.is miðstærð, þá er hún dýrari en stór í þessu tilboði. Þannig ég var að spara. Ó, vá! Já, ég veit það. Vel gert. Takk. En samsælskenningin mín er að þau séu að fara að taka þetta 1790-1890 krónar tilboð af matseðli og setja, þú veist, að fasa það út með þessu hásumarstilboði. Já, örugglega. Já, þú pantaðir þér hásumarstilboð sem á hvítleikur.is. Þetta er klukkan 6. Já. Og horfir á sjónvarpið á meðan þú borðar. Ég horfði á iPadina meðan ég borðaði. Varstu að sinna störfum þínum á meðan þú borðaðir? Nei. Bara horfa? Bara horfa. Á hvað varstu að horfa? Ég er með svona komfortþætti. Ég á mjög erfitt með að horfa á nýtt sjónvarpsefni. Það er mjög stórt skref fyrir mig ef ég horfa á eitthvað nýtt. Okay. Ég veit ekki af hverju þetta er, en ég bara elska mitt dót og ég elska að horfa á aftur og aftur og aftur og aftur. Já. Og núna er það búið að vera casual. Casual? Ég kannast það var í línulegri Er þetta þriðjudagskvöldum korter í 9 eða eitthvað, alla þriðjudag þegar ég var yngri. Já. Ég fylgdist með þessu, sko, ég startaði Casual Fan Club og fólk tók inntökupróf til þess að fá að vera í honum. Alvörunni? Já, þau þurftu að taka próf úr þættinum deginum áður til þess að fá að vera með. Já. Og ég hef hort á allar seríurnar örugglega svona 6 sinnum. Þetta fjallar sakamálahöfundin sem að verður einhvers konar ráðgjafi fyrir lögguna. Já. Þetta er líka komfortáttur í Hófi. Hún tók ríf og tjáði sig fyrir ekki svo lengur. Ég þarf að kynnast Hófi. Já, hún er æðisleg. Já, það er það og svo er ég líka reyndarlega búin að vera svolítið í Rookie. Já, sem er sami leikari, Nathan Fillion. Já, ég er bara Nathan Fillion. Ég er svolítið búin að vera bara á hans bylgjulengd núna. Já, hann er mjög skemmtilegur leikari. Ég elska hann. Já. Hvernig er Rookie? Náttúrulega bara cop propaganda. Já. En þú veist, ef maður er eitthvað svona, ég horfa á þetta og ég hugsa samt allir tíman eitthvað, já, eða þú veist, þið eru eins og þið eru, ég get alveg hort fram hjá því, skilur, ég er mjög vör það. Já. Þannig að það er alltaf góð og þau eru líka ógeðslega vör það, það er ógeðslega fyndið, þau eru ógeðslega mikið að reyna að vera eitthvað, the system is broken. Já. Og maður er eitthvað, já. Já, emitt. Þið reynið. En þeir eru entertaining, sko. Ok. Þeir eru, já, og hann er svo skemmtilegur. Ég hef svo gaman að þessum manni. Já. Líka googlar daginn og þú veist, hann á engin börn og hann langar ekkert í börn. Þú veist, hann er bara að hafa gaman að lífinu og ég er bara, I respect it, sko. Emitt, en þá er hann ekki heill einstaklingur, samt. Nei, ég veit ekki, en mér finnst það gaman, þú veist. Já, vanheilir einstaklingar, skemmtilegur.
Ok, og varstu að bingea þetta yfir daginn? Er það ekki það sem þetta unga fólkið gerir? Þið bara bingeið content? Jú, versta er ég sem Ég ætla sko, að hætta með þetta því unga fólkið þegar ég er með þætti í gangi sko, þá er ég ekkert að horfa. Þeir eru bara svolítið í gangi bara til að vera í gangi. Ég er alltaf með eitthvað í gangi þegar ég geri allt. Ok. Það slekkur á hausnum á mér sko. Já. Ertu með athyglisbrest? Alveg örugglega. Ok, ekki greindan. Nei. En ertu alltaf með vídeo, ertu með einhver podcast sem þú hlustar á reglulega? Ég hlusta ekki á podcast. Þú hlustar ekki á podcast? Hvað? Já, ég veit, sorry. En þetta er ekki persónulegt. Reyndar, ég er nýbyrjuð að hlusta á podcast. Já. Ég hlusta annarslega morgkastið og hef gert það reyndar í gegnum tíðin, annarslega morgkastið. Svo hlustaði ég á Ólafsinni í Undralandi 2 eða eitthvað þegar ég og Aron vorum að byrja að vinna saman. Ég hef ekki hlustað á aftur. Hann ófyrir mig að vera í kringum hann. Í hverju voru þau aftur að vinna saman? Hann ég fekk hann til að leika í verkinu mínu í skólanum. Alveg rétt, já. Já. Og bara stóð sér frábærlega sko. Og náttúrulega stór skemmtilegur. En síðan hlustaði ég á einn þátt. Svona að því ég var að tala ég er að frelsa minn innri lúða. Já. Og það er frelsandi og mér líður mikið betur. Já. Ég var að hlusta á eitthvað, ertu andvaka? Sá eitthvað auglýsingum það podcast. Þetta þekki ég ekki. Nei, þetta er eitthvað nýtt. Og þeir voru að tala Elsugate. Ok. Ég var að hlusta á það þegar ég fór út með hundana. Bara eins og þessi tekið fram. Elsugate? Hvað er það? Nákvæmlega. Það er basically verið að tala þú veist, barnamenning á svona YouTube efni fyrir börn og hvað það er í raun problematíst. Já. Og bara pervertíst. Ok. Já, þú veist, að því það er alltaf að tala svona gate þegar það er eitthvað svona stór mál, þú veist, þetta er eitthvað svona risa, eitthvað, ég man ekki hvað, þeir nefndu þarna dæmi sem var fyrst kallað eitthvað gate. Watergate. Það þegar við tölum það, að það var fyrsta svona og þetta er sérst Elsagate og að því það var svona konsept, þetta var rétt ára en ég hætti að vera á YouTube. Já. Þetta er þegar litla systir mín var á YouTube. Þú veist, þetta bara, að því, Frozen kemur út 2014. Þetta er rétt eftir það, þá var fullar fólk sérst að klæða sig í Elsubúninga og Spiderman var oft með svona barnakarakterar og það var alltaf svona, hún var oft ólétt, það var verið ógeðslega mikið af sprautum og svona aðeins svona smá káveri en samt aldrei eitthvað svona það mikið. Já, það var bara svona mjög problematíst og alltaf svona rosalega sketchy komment á þessu og já, mjög áhugavert sko. Síðan sko eins og fyrir unga stráka líka á YouTube það er eitthvað svona bara geðveikt sterkt pipeline. Já, þeir voru að tala einhver rannsók sem einhver barnalæknir gerði hvað þetta hefur áhrif á þroska sko. Þetta hafi neikvæð áhrif á þroska? Já. Einmitt. Ég vissi bara að þetta gerir fólk að nasistum. Já, það er svolítið það sem að þeir voru að tala og líka bara eitthvað svona alveg upp í eitthvað svona að káfa, því Spiderman voru ofta eitthvað að káfa á Elsu. Já. Þetta er ræðilegt. Vá, skrítið. Já. En þú sagðir þegar að þetta var rétt áður en ég hætti á YouTube. Þú stundar ekkert YouTube-gláp? Ekki en þetta í dag, nei. Ok. Annars slagið, ég hoppa stundum inn á. Ég horfði á æðislegt vídeó daginn. Já, hvað vídeó? 50 mínútna myndband sem að var röksemdafærslu fyrir því af hverju Mamma Mia 2 er absúrdíst verk. Ó, ok. Ég hef séð Mamma Mia 1, ég hef ekki séð Mamma Mia 2. Nei, þú þarft eiginlega ekki að horfa á myndina, þú þarft bara að horfa á þetta vídeó. Ok, getur þú soðið rökið niður í stuttmál? Já, þetta er bara mjög praktísk mynd þegar maður pælir í því, sko. Ok. Að þau eru að brjóta fjórðavegginn og sumir sjá og sumir ekki. Ég þetta er aðeinslegt, sko. Cher, bara sem konsept í þessara mynd er mjög absúrd. Ok. Og ég man ekki meira það, en bara svolítið langt síðan að horfa á þetta vídeó. Þetta var bara stórkostlegt og ég pásaði þetta og ég hló upphátt og ég lærði mjög mikið. Ok. Og hafandi verið mitt í listaháskólanum, þú veist búin að læra þessar listastefnur, læra absúrdismar og svona, þá var ég bara, yes, I approve, I love this. Já. Það var mjög gaman. Höldum áfram mánudag, en á þessum tímapunkti þá varstu búin að panta þig pítsu og þú varst að horfa á Castle í iPad. Já. Og síðan kemur mammaðinn heim og systir og það voru ekki miklu fagnaðarfundir af því að þær voru ekkert svo lengi í burtu. Þetta var bara eitthvað hæ eins og þær voru komið heim úr vinnunni, skilur, en mamma þetta knúsaði mig eitthvað og sætt og ég þetta knúsaði tilbaka og svona.
en ég var samt bara eitthvað svona, já, þeir eru komin heim, bara flott hjá ykkur. Já. Þú veist, Og systir þín, hún segirðu 6 árum yngri en þú, 7. 7 árum yngri en þú, þannig að hún fer að byrja í framhaldsskóla. Og veistu í hvað framhaldsskóla hún ætlar? Ég held hún sé að fara í MS. Gott mál. Hvenær fer að sofa? Þarna. 2 aftur. 2 aftur og þá kemur þriðjudagur. Núna veit ég að við erum að fara að tala um alls konar, ég man ekki alveg hvað það var, en það var eitthvað, þú varst í bíó kannski? Já. Vaknar klukkan 9 eða 11? 11. Gótt sér alltaf að reikna fyrir mig. Já, nei, já. 11. Ég kann svo vel að meta það sért bara með reglu, 7 tímar eða 9 tímar. Annars er ég bara ógísleg. Já, en þetta er bara einfaldar lífið mitt. Það er bara ónýt og í þessu leiðileg. samtali. Ok. Skilurðu. Ég er þannig ef ég sef í minna en 10 tíma. Og þú vaknar 9, eða vaknar 11 og þú sinnir þínum skildum, færðir brauð með sólkjarnarúbrauð með smjöri og havarti. Klára samt havardóstunum, þannig að það varði ekki meira af þessu sólkjarnarbrauð. Mér langaði ekki díðan nema ástinur væri með. Já, osturinn er náttúrulega, havarti mjög feitur ostur. Ógeðslega góður, my god. Ég get ímyndað mér að hann sé svolítið krúsjál með sólkjarnarúbrauði sem er svolítið þurrt. Við nefnilega alltaf með skólaostin heima og hann er ekki nóg á þetta. Ég skil. Kaupir þú havardóstin sjálf og meiga... Það hefur vissulega bara gerst einu sinni. En héðan af. Héðan í frá, já. Meiga mamma þín og systir þín fá af þessum osti? Helst ekki, nei. Nei. Þú veist, þær spurði ekki, skilur, en mér finnst ekki, nei. Ok. Þú getur sendt þeim þetta podcast og segja hlustið á fyrstu 40 mínútunar og þá er ég með skilabúð til ykkar. Já, ekki snerta havardóstin minn. Já. Ferðu síðan út úr húsi eftir morgun hádegismat? Já, ég fer... Hvað gerði ég? Jú, ég fór að versla. Þú varst að versla fyrir útskriftuna? Já. Þarna var ég búin að ákveða sérst þemað. Þarna... Já. Já, það var sérst barnaafmælis þema í útskriftinu minni. Mjög gott. Af því ég er svo först sko í nostalgíunni. Já. Ég er rosalega upptekin af tilfinningunni sem var upplifið þegar maður var barn. Og hvað var auðvelt að vera til og hvað það var bara oft ég bara átti bara mjög góða barnæsku þannig að það var bara oft gaman hjá mér og þú veist einfaldleikin eins og þú veist ég er búin að rifja mikið upp í jólin, þú veist nostalgían eitthvað fá möndlun að vera gett spenntur og trúa á ýmsa hluti sem að voru eðilega fyrir mann þegar maður var eldri og bara eitthvað svona og þú veist ekki eins og núna bara jólastressa þegar maður er sjálfur að kaupa jólagjafir þarna var bara gett gaman og barnaafmæli skilur þess að það var bara einfalt maður bara mamma skuttlaði, maður var að föndra bóðskort það var bara ógeðslega gaman. Já, einmitt. Ég er svolítið anti-nostalgíu strákur. Ég upplifi aldrei nostalgíu. Ok. Og af hverju heldur það sé? Ég veit það ekki, en ég man ekkert eftir æskunni minni heldur. Já, það bóður ekki gott. Ertu búin að kíkja til sálfræðings? Já, oft á mörgu. Ok, flott. Ok, nice. En ég held samt að það hef ekki træðilegt gerst, sko. Nei, það var bara ekkert spes. Það var bara ekkert spes, já, þú veist, ég fættist með lausa augasteina, ég var algjör lúði og mátti ekki spila neinar íþróttir, átti ekki marga vini. Ég var bara heima að horfa á sjónvarpið, skilur, og ég held að síðan byrjaði ég í neyslu, svona 16 ára eða eitthvað. Shit! Og ekkert eitthvað alvarlegri neyslu samt, en ég var... Bara svona léttri neyslu. Ég var í því í 6 ár og ég man eiginlega ekkert áður en að fram að ég var 22 ára. Right now. Ok. Wow. Þannig að það eru svona síðustu... Þá skil ég alveg að nostalgíun sé ekki það sérmælandi. Já, síðustu 10 ár hafa... 9 ár. Það er 29 ár. Síðustu 9 ár hafa verið frekar góð. Ok. Ég er svona heilt yfir ánaðið með þau. Ok, það er gott. Þú ert á uppleið, sér sagt. Við erum uppi, eins og Joey Clay segir. Já, ég myndi segja sko að ég hafi verið á uppleið og núna er svona... Þú veist, ekkert eitthvað dramatíst, bara... Við erum bara að halda okkur. Já, svona, þú veist... Ok. Ég hef ekkert, ég stund eitthvað líkamsrækt og ég borði ekki hollt, þú veist, ég er alveg farin að finna fyrir því, þú veist, líkaminn minn er svona... Ég er á svona, mér er hrakandi hægt. Hann er að kalla sólkjarnarúbrauði. Já, hann er að kalla sólkjarnarúbrauði. Ég hef ekki haft hægðir í marga vikur. Nei, sólkjarnarúbrauð, í alveg, það bjargar því. Ég er ekki svona smágreinast. Hugleikur Dagsson borðar alltaf svona trefjaríkt morgunkorn. Það komur á óvart og mér finnst það flott hjá hann.
Veistu, hvernig morgungótt? Ég ætla að fá að vita hvað það er. Vítabix. Já, ég hef aldrei smakkað Vítabix. En sólkjarnarúbrauðið, for real, það er, ég er ekki að tjóka, ég fæ mér eitt stakt brauð. Já. Og þegar ég er að klára síðasta bitan, þá finn ég í maganum á mér að hlutinir eru farnir á stað. Nice. Já. Það er mjög gott. Kaffi hefur alltaf leyst þetta svolítið fyrir mig. Já, sjö, ég nefnilega ekki á kaffilestinni, sko. Þannig að kaffi hefur ekki gert reskat fyrir mig. Já. Nefnilega að láta mig kúast. Já, nei, ég fer í verslunarleiðangur hérna með systur minni. Og barnamæli, hvernig ertu þá að kaupa, þú veist, Stitch-diska, prinsessudiska, fótboltadiska? Já, ég var með einhverjum svona Arion-bankadiska. Arion-banka? Það er eitthvað sem öskar á barnaska. Sko, þeir voru ekki merktir þeim. Ok. En sko, jú, það var sem þannig að allavega Landsbanki var þannig að þau sendu, þú veist, þegar þú áttir ammæli, þá allavega hjá mér, þá sendu þau, þú veist, eitthvað til hamingju með ammælið og þá var eitthvað svona 3 partyhattar og 10 pappadiskar, skilur, blöðrur. Og þetta var þannig nema Arion-banka og ég fekk þetta hjá vinkonu mömmu, henni Beggu minni. Hún átti auka svona því þetta voru vissulega einhverja fígúrur sem Arion-banka er hættur að nota. Ok. Og vinnur Begga hjá Arion-banka? Nei, en vinnur hennar gerði og hann gaf henni geðið mikið, eða bróðir hennar eða eitthvað. Okay. Og ertu síðan að kaupa köku og... Já, það var Millan. Ég setti mynda mér á Milluköku, já. Já, frábært. Þegar við fermdum Lísu, köttinn minn... Fyrir ekki? Þegar við fermdum Lísu, köttinn minn... Algjörlega. Þá, ég skal sína þér, þá var ég nýbúin í augastennaskiptum. Var það þegar hún var 14 ára eða var það bara... Svona cirka í kattaárum þegar hún var 2 ára. Já, þá, já. Við ákvaðum að það væri, réttu tími. Það er langt síðan ég... Var þetta borgaraleg eða kristileg? Þetta var borgaraleg, hún fermdist á húmjánískum sið. Já. Þetta var gott. Hanna er þetta? Ég fætti það svolítið seint, en já. Sjáðu hérna. Hérna er katta þín... Er það laxakaka? Já. Þetta er fullkomið. Við breytir þetta. Hérna er Lambi, hundrunana Vigdísar. Já, ég hef séð hann er rosa sætur. Já, þið helduð hann í Tjarnabíó. Hérna... Geri aðri betur. Sjáðu, ég er í sparifötum og sandölum að því að nýbúin í augastennaskiptum. Máttir þú ekki verið í skóm? Hafið þið hæga, væna mín. Ég er nýbúin í augastennaskiptum og þá er það vika sem ég með svolítið bara bundið fyrir augun. Og síðan stend ég upp og síðan segir Hófi segir ég er að koma heim og ég segir getur þú komið við í bakaríinu og hún segir nennir þú út í bakarí og ég segir já ég skal fara út í bakarí og ég er að skoða já en þannig var ég farin að sjá aftur mátti taka af en það sem gerist þegar maður fyrir augastennaskipti er að ég hef með gerviaugastinn hér og alveg augastinn hér hægra megin er gerviaugastinn og hann er með föstum fókus og hinn með autofókus eða hvað mál? Já, bara eins og við allir, þú veist, augun eru alltaf með autofókus og þú veist, þú getur ákveðið að fókus á eitthvað eftir bara hversu vel þú sérð þannig að hitt augað það er með föstum fókus og þú veist, það er svona sirka fjarlæðan á milli okkar er þó í fókus metertæpur en ég var ekki búin að venjast þessu þannig að ég er að skróla síman minn þetta er áður en ég öllum samfélagsmiðlum á símanum mínum þegar ég labba niður tröppunar og ég dett og ég lendi bara svona akkurat á þú veist með öklan svona þannig að og við varum náttúrulega lengur búin að ákveða að halda fermingu augastennaskiptin þau buðu svolítið seint þannig að ég gæti ekki sagt nei við því en sko þingslinn lentu svolítið á hófi við undirbúningin út af annars vegar brákuðum fæti og hins vegar hálfgerðir blindu og ég fekk hausverk eða þratt og eitthvað svona sjá hérna er smá svona shrine sem við byggum til fyrir Lísu Vá, hvað þetta er fallegt og henni Jón Helgi hann har veikt þessu en náður alveg að njóta þú veist fermingu Betsins þíns hérna þó þú hafi verið svona laskaður já sjá hérna hófi bjóð til svona mís Vá, ég vil gera svona þegar ég er stór. Hérna er einhver ómerkileg kaka sem einhver vinnur okkar kom með. Já, og við fórum einmitt í milluna. Já, sjáðu, þetta er sem við erum að tala um. En það ekki? Jú. Nema, ég var með mynd á út af því það er svona barnaafmæli-væp. Þetta er fermingavæp og hitt er barnaafmæli, sko. Og hérna er líka fermingakaka. Já, það var... Já, þið hafa lagt út fyrir þessu, gott. Það var, við letum búið til kerti.
Hófi fór á kransakökunámskeið. Sorry, þetta er the ultimate green, sorry. Já. Ég veit þetta er mjög alvarlegt, en þetta er svona ætla ég að vera Og hérna þegar ég eigna skæludýr sjálf. Já, þú ert ekki aðaleigandi kríu. Nei, þetta er fjölskylduhundurinn, sko. Hérna við fengum Mattías Tryggva til að stýra athöfn. Já, hann er þetta frá Siðmynd. Hann er frá Siðmynd, já, og létum búið til serviettur. Oh my god, hvað þetta er gott. Já, þetta var stórkostlegt. En þegar Lísa átti afmæli, þegar við heldum upp á, þegar við skýrðum hana, Gummi Fel skýrði hana, þá var hann hjá Siðmynd, þá létum við gera mynd af Lísu með stillimynd úr áramótaskaupinu þegar Páll Óskar hélt á henni. Huge. Það er góð kaka. Já. Þannig að þú lést Hann er bara aðeins að toppa söguna þína. Já, þú gerði það mjög auðvitað, en ég Haltu áfram að segja frá útskriftinni þinni. En ég ætla að herma eftir þessu, sko. Já. Nei, á þriðjudaginn, sko, þá fórum við, ég dró systur mína, því mamma var í vinnunni, ég dró systur mína með mér, sko, á leiðangur og við fórum í Costco, IKEA og Kost. Fórum bara... Vá, hvað það er krefjandi. Ég veit það, ég er svo flott. Við fórum, basically, í Garðabæinn og vorum bara svolítið þar og fórum svo heim. Hvað er Kostur? Garðabænum. Við erum að tala um, þetta er sko Costco, IKEA, svo fyrir yfir brúna. Já. Kostur. Og hvað varst að kaupa í Kosti? Ég var ekki að kaupa neitt. Systur mín langaði eitthvað krem. Þetta er svolítið dýr verslun þó sem ég gaman að skoða. Já, er Kostur dýrverslun? Ó, já. Ok. Þau eru með svona ameríska vörur. Já. Og þetta er svona, álegningin er guðmið góður, ég veit ekki hvað. Tjekkaðu hvort þú finnir einhvern góðan nacho cheese. Ég leitaði. Þau voru með Tostitos, alveg eins og Hagkaupin með Tostitos, en þau eru bara með mild. Þau eru ekki með jalapeno. Já. Jalapeno. Jalapeno, já. Mildly spicy er það sem ég vil. Með jalapeno. Já, það er málið. Já, ég held að það sé það sem við erum að tala um áðan. Ok, og þetta hefur verið alveg svona 5 tímar, eða ekki? Þetta var ógeðslega langt mission, jú. Fenguðu ykkur hádegismat í IKEA? Við fengum okkur pulsu í IKEA sem var leiðilegt að það var svona hálftími í mat heim hjá okkur og við systir mín ákvæmum að fá okkur pulsu að hún svo svangar, ákvæmum að segja mömmu ekki frá. En ég gugnaði þegar við vorum búin að borða steikta fiskinn heima, þá sagði ég en við hefum fengið okkur pulsu. En borðaður með bestu list eins og það hefur ekki? Já, af því ég elska fisk. Ok, var þetta Ísa eða Þorskur? Ísa, mamma er með ánægð fyrir þorski. Ok. Já. Áhugavert. Og hana klæjar. Mikið er mannslíkaminn skemmtilega og skrítin. Ég veit það. Og þið borðið fisk, þú, mamma þinn og systir þinn, og fær kría afganga. Og Sævar kærasti mömmu. Sævar kærasti mömmu þinnar. Hvað gerir hann? Þetta er svo flókið. Ég hef oft spurt af því að ég næ aldrei utan um það, en hann er hann er sölumaður. Ok. Á einhver svona bygginga, en samt er hann líka með closetburst. Sko ég hef oft reynt að skilja og ég hef spurt held ég 3 svar og hann útskýrir alltaf mjög vel en ég er samt aldrei einhvernær. Ok. Þá ætla ég ekki að krefja þig. En hann er með vinnu sem er flott. Já, við erum ánægð með það. Já. Ég hafði mitt áhyggjur. Já, ég fann það. Já. Og er það síðan bara iPad fyrir eitthvað út um kvöldið? Mímir, vinur minn, sendir á mig, viltu koma í bíó? Já. Og ég hugsa, 3. dagur, já. 3. tilboð. Já. Hvaða bíómynd farið að sjá? Superman! Hvernig fannst þér? Ertu búin að sjá hana? Ég er búin að sjá hana. Mér fannst hann æðisleg. Mér fannst hún skemmtileg. Já. Allt of vók. Ég er svo ósammála. Ég er að djóka. Ok, þú ert að grínast. Ég var alveg bara, ok, erum við að fara að opna það? Ok, sko, af því að ég er inn á kvikmynda áhugamannagrúpuna á Facebook sem er náttúrulega, sorry, það er ekki gott fyrir sálarlífið mitt vegna þess að, oh my god. Já, það gjör samlega nöttsliður. Sorry, það er sko, það er bara sum postur sem ég smá okkur svona, en ennur bara please að vera decent, skilur. Já. En hérna, af því það er svo miklu fordómar í fólki hann inn á. Allavega, hérna, já, myndi að tala um þessi of woke. Mér varst þetta stórksmynd, hún var skemmtileg og það var gaman hjá mér í bíó og ég fekk gott í hjarta þegar ég fór að gráta. Hvernig fórstu að gráta? Ég fór að gráta þegar börnin voru með fánan. Ég var að segja mömmu frá þessu og ég fór aftur að gráta í segðanda. Við sjáum til, kannski fyrir aftur að gráta núna. Kannski. Þegar krakkarnir voru með fánan og ég hugsaði bara, hvað með öll börnin sem er óska þess að Superman komi og bjargi þeim. Já. Þá fór ég bara að gráta og þú veist, og ekki svona með hljóðum en ég bara, það byrjuði tár að leka og þau hættu ekki að leka í svona góðar 20 mínútur, svo þegar myndin kláraðist það sagði við Mimi eitthvað, ég fór að gráta og hann eitthvað, já, hvenær, og ég eitthvað þarna og ég fór aftur að gráta, svo sagði mömmu daginn eftir hvenær ég fór að gráta og aftur fór ég að gráta. Já.
Mér fannst það bara ógeðslega sterk mynd af því að þú veist líka fólk að líka þegar ég sá myndina á postinu kvikmyndaáhugamönnum þar sem einhver gæi sagði að eitthvað bíómyndir eiga eru pólitískar, ég bara eitthvað bitch ass. Já. Þú getur ekki gert ópólitíska list. List er í sjálfu sér pólitísk. Það er bara allt sem þú gerir pólitísk. Hvað þú borðar, hvenær þú vaknar á mótnana er pólitískt. Skilurðu? Ég var svo pirruð, sko. Þannig að við þurfum ekki að, en ég er bara svona, og líka bara eins og margir sem að skilja ekki það sem er í gangi hérna, bara þjóðamorðið á Gaza, skilurðu. Já. Þú veist, þessi mynd náðu að útskýra á frekar fínu mannamáli bara svona stuttlega þó náttúrulega sú saga þessi mun lengri en stuttlega þarna smá svona þú skilur þarna þegar þú horfir á þetta að þetta má ekki Já, og þetta á ekki að gerast þú fattar það þú veist, Einmitt. þegar her ræðst inn í þjóð sem er bara ekki með neitt nema mögulega pott og pönnur og allavega en mér fannst hún skemmtilega og mér fannst hún fallega og mér fannst Superman ógeðslega mikið krútt og ég hafði ógeðslega gaman að hvað hann var quirky svona smá svona, meira svona comic book take á hann af því að mér finnst stundum bara verða of dramatíst. Já, einmitt. Þeir eru náttúrulega allir svo butthurt yfir því að þetta sé ekki The Snyderverse. Já. Þessir kvikmyndaáhugamenn Já. dúddar. Já. Mér fannst Nicholas Hoult mjög skemmtilegur í þessari Sammála. mynd. Ég elska Nicholas Ég Hoult. hef ógeðslega gaman á honum líka. Djöfull var hann sköllóttur. Ekkert lítið. Það Alveg var bara ekki eitt svona- einasta hár á kollinum hans. Nei, sko, já, hvað það var 0 hár þar, svona. Flottur sem Lex Luthor, sko. Við Aron fórum saman á Superman. Já. Varstu sáttur, Aron? Já. Hann var að brjálast yfir hvað þetta var vók. Já, það var ástæðan og fílaði hann ekki. Ég trúi að það sé ástæðan. Nei, ég skil alveg, hún var bara, mér fannst hún bara var cute, skilur. Og mér fannst það allt í góði. Ég var ekkert að vonast eftir að ég yrði önnur manneski eftir hana. Já, ég hafði, sko, ég held að ég hafi verið hrifnar en Aron að henni. Hann segir örugglega. Já. Svo elska ég líka bara að fara í bíó, sko. Ég elska líka að fara í bíó. Djöfull er þetta dýrt sportin, oh my god, hvað er gaman. Ertu hjá Nova símfyrirtækinu? Nei, ég er hjá Vodafone. Þeir eru með svona bíóklipp, Ég ég heldur ekki á veit Nova, það. ég er hjá Hringdu. Ég á svona bíókort samt, svona 3 mánaða, en þá þarftu að fara bara á 3 mánuðum bara geða þetta oft. Hjá Sambíónum? Já. Hvað kostar svoleiðis? Manna ekki. Ég þarf að skoða þetta af því að ég Ég hef átt nokkuð svoleiðis, sko. Mér finnst, sko, núna á ég 2 hobby. Og ég á líka klippikort í Bíóparadís. Ok, ein menningaleg. Ég veit það. Og Ég var í listaskólanum og er að fara að vera í fíl þannig að ég fæ líka afslætt til leikhús þannig að Ok. Ég á 2 hobby, það er annars vegar spurnaspil og hins vegar að fara í bíó. Og ég er bara nýbúin að átta mig á því að fara í bíó má vera hobby. Það má vera hobby. Ég meina fólk borgar fyrir það að fara í golf. Já. Okkur, þú veist, það er hobby. Að spila golf er mjög pólitískt. Oh my god, don't even get me started. Það er að djóka hvað það er pólitískt. Það í sjálfu sér, sko, it's a whole, yeah. It's a whole thing. Já. Ég hlustaði á mjög gott podcast eftir Malcolm Gladwell úr Revisionist History sem að heitir A Good Walk Spoiled og þetta er minna issue á Íslandi og í Reykjavík en víða í Bandaríkjunum, Los Angeles til dæmis, þá eru golfvellir bara einu grænu svæðin. Vá. Fyrir ríka fólki að geta farið í íþróttirnar sínar. Já, og það er bara, þú veist, girt af og fólk kemst ekki. Það sem að fólk er að skakla bara og selja drykki og... Já. Heyrðu, ok, hvaða, var þetta 9 bíó, 10 bíó, 8 bíó? 10 bíó, 10 bíó, úff, það er svo seint. Elsku besti minn. Já, ég liði þetta samt af, já. Ég var búinn að veislustýra í gær klukkan 9:45. Og þú varst bara dead. Ég var dauður. Og er það, farið á rúndin og spjalliði myndina eða... Nei, Mímir var að vakna klukkan 8 af því að hann var að fara með bílinn í olíuskipti. Ok. Þannig að við fórum heim. Fóruð þið saman á bíl? Hann reyndar, já við fórum samferða, hann reyndar sýndi mér að því hann ólst upp í Grafarvoginum, þannig að hann sýndi mér æskuheimili sitt. Ok. Og hvar hann hékk þegar hann var ungur póli, því að hann var sko grasekkill, þannig að hann var svolítið einmana, þannig að ég fór með, veitt honum fjölskap. Já, fallegt það er. Já, ég veit að ég gef svo af mér. Ég finn bara, hófjörið mitt búin að vera út á landi og mér liður bara
bara á þessu stutta samtali. Já, Ég finn ekki lengur til söknaðar. nákvæmlega. That's what I do. Og ferðu beint að hátta? Já, ég borðaði popp, ég klára ekki poppi, ég tók restina með mér heim. Ég tek aldrei bjópopp með mér heim. Hverju andskoðun, ég borgaði fyrir þetta, ég ætla að borða þetta, sko. Já, ein nýtin. Hvað sagðirðu? Ein nýtin. Já. Gott. Góður einleiki. Og mér finnst það líka gott, daginn eftir. Það sem ég ger alltaf að vera að panta mér miðstærð sem er ómikið fyrir eina mannesku. Já, ég fekk mér miðstærð. Borða ógeðslega mikið, ógeðslega hratt og síðan ekki geta hugsað mér að fá mér annan bita. Ég ger þetta líka, þess vegna fæ ég mér að daginn eftir. Já. Ég bara kemst ekki yfir mómentið þar sem ég er að labba út og mér finnst þetta að vera ógeðslegt og mér finnst ég vera ógeð fyrir að hafa keypt þetta. En popp er samt, ég held ég fara með popp sér hollt. Ok. Viltu fara nánar inn í saumana? Nei, gott mál. Ef þetta var græmmiti. Já. Mæs, þú veist. Og salt, það þurfa allir salt. Maður þarf salt. Og síðan fyrir því háttinn. Já, iPadin. iPadin, auðvitað. Háttinn, svo, já. Vaknar klukkan 9:11 næsta dag? 11. Hvað gerir þú á miðvikudegi? Ég þrífi herbergið mitt í miklu, miklu flýti vegna þess að, mamma réð svona konu til að koma að þrífa. Já, þannig að það þarf að taka til. Þannig að það þarf að taka til áður. Þannig að ég var að hlaupum að klára að gera herbergið mitt til svo hægt var að taka til inni, svo hægt var að ryksuga þar inni. Já. Og já, ég næð því og hleyp svoleiðis út með naumundum þegar það ég mæti þeim og segi, sorry hvað ég var lengi. Þeim, það eru 2. Já, hún er alltaf með, hún kom með einhverja konu með sér. Já, ok. Það eru yndislegar. Gott. Já. Og hvert ferðu á meðan þær eru að þrífa? Herru, ég og systir mín fórum í vinnuna til, hvað gerðum við? Fórum eitthvað annað undan. Við fórum í Prís. Ég fór í mína jómfrúarferð í Prís. Já, hvernig leið þér? Ógeðslega vel. Já, þetta er góð búð. Fengum okkur Sparrow. Já. Og verslaði nammi fyrir nammipokana í veislunni. Já, það voru nammipokar? Það voru nammipokar í öllum barnaafmælum sem ég fór í. Okay. Oftar en ekki voru svona veiðileikir þar sem að þú varst með þvottaklemmu á veiðistöng og varst að veiða nammipoka fyrir aftan eitthvað svona tjald. Veitu hvernig virkaði það? Þannig að þvottaklemman... Það var einhver manneskja fyrir aftan bara að klípa nammipokana á þvottaklemmu. Já, ok, þannig að maður var ekkert maður þurfti ekki neina færni í alvörunni. Nei. Já, sko, núna ætla ég aðeins að tala. Þetta er vandamálið við samfélagið í dag. Börn fá bara nammi upp í hendunar. Ég veit það. En þau þurftu að veiða það. Já, en það var bara einhver að gefa þeim nammið. En talandi annað sport sem er ógeðslega pólitískt, veiði. Já. Hefur einhvern svona veitt? Já, ég reyndi það. Ógeðslega leiðilegt. Ég fór að veiða Hófi vinnur hjá Borgarbókasafninu og starfsmenn borgarinnar geta unnið ferð í Elliðaárnar undir leiðsögn einhvers frá Stangveiðifélagi Reykjavíkur. Okay. Og við fórum, hún vann og þá bitið á einu sinni á mér, þetta er skemmtilegast sem ég hef gert þegar það var bitið á. En þurftur ekki skilurum? Jú. Já. Ég náði ekki að draga hann inn, skiluru. Já, ok, þú bara fannst eitthvað tóða. Það var bara bitið á. Já, þetta hefði alltaf geta verið. Þetta hljóma smá eins og, mér finnst þetta hljóma pínu eins og fjárhættuspil. Já, alveg. Skilurðu hvað við? Já. Þú veist, þetta er bara eitthvað svona, þú ert alveg svona að eyða gett miklu tíma og eitthvað. Og pening oft. Og pening oft, skilurðu, að þetta er óslega dýrt, sport. Og svo er þetta eitthvað svona, þú ert alveg að fara að fá eitthvað, og svo fer það. Já. Nei, ég segi svona. Stundar þú einhver fjárhættuspil? Nei. Heldur ekki ég. Nema veiði einu sinni. Já, nei. Mér þykir hræðilegt hvað fjárhættuspil eru normaliserað. Já, my god, þið þurfum ekki að fara út í fullbett, sko. Hvað það er normaliserað. Það er alveg... Þetta er fíkn, ég skil ekki, ég var að ræða þetta á leiðinni heima á bræðslunni við hann Reynisnæ, við vorum að tengja yfir í hvað okkur finnst hræðilegt, hvað eru margir tónlistamenn, sérstaklega tónlistamenn með svona úlinga aldurshópa sem eru bara að ýta undir spilafíkn. Já, þetta er viðbjóður, sko. Og sömu gæjar sem eru ofta eitthvað svona ekki verið neyslu gæs, það er hræðilegt síðan eitthvað svona, endilega fjárhættuspil gæs. Já. Það er eitthvað svona, ha? Ok. Ok, þannig að þú keyptir fullt af mína með pókana og við tölum það á föstudaginn. Hvað svo? Svo fórum við allt í köku að kaupa nammi pókana. Ok. Í Gulugötunni, í Litagötunum í Kópavoginum. Í hvaða hverfi sveitafélagi býrð þú? Árbænum. Gott mál. Já. Ok, og... Svo fórum við upp á RÚV í vinnuna til mömmu. Já.
af því að þar var ég að geyma leikmyndina mína úr Gunnelu sem ég var að sýna í Háskóla bíó í sumar. Já. Af því að ég þurfti að því skólinn skólinn átti veggina sem ég fekk lánaða. Já. Og ég þarf að skila þeim upp í skóla því ég á þá ekki. Já. En það var ekki starfsmaður í skólanum fyrir en eftir verslunarmannahelgi, þannig ég var að geyma veggina mína þar. Bara á hana leikmynda. Já. Nice. Já. Já, Úlfi. Já. Og Úlla. Og Úlla? Nei. Úlfur er kallar Úlli. Úlfur er kallar, ég hef bara hitt hann Úlla. 2 eða 3 og Atla. Það myndi ekki, það var mjög skrítið ef ég hefði kallað hann Úlla. Já, þeir eru ekki svona tætt. Við erum ekki svona tætt. En nei, já, þannig að ég pantaði sendibíl og hann Pétur á sendibílnum, hann kom og sótti veggina þangað. Já, og fylgdur veggjunum alla leiðina? Ég keyrði á eftir á mínum eigin bíl. Já. Og systir þín með? Og systir mín með og við héldum á þeim inn í skólan og hafa fyndið að mæta þarna aftur, sko, vitandi það að ég er ekki að byrja þarna aftur í haust, sko. Já, eins og ég hef gert síðastliðin 3 ár. Já, þú byrjaði 19 ára í Listaháskólanum. Já. Einmitt. Það sko, þegar ég var að byrja í Listaháskólanum, þá voru flestir að byrja, held ég, svona 25-26 ára eða eitthvað. Já, það eru búin að vera mjög ungir bekkir. Minn bekkur var mjög ungur og bekkurinn á eftir mér er mjög ungur. Já. Og bekkurinn 9 núna er líka mjög ungur. Einmitt. En elsta manneskjan í mínu bekk var 93 model. Sólbjört? Nei. Sólbjört 94, Jonni 93. Já, þann þekki ég ekki. Og sko bekkurinn undan okkur, aldurspilsbunkin er svo stuttur, það er sko 05 model og elsta manneskjan er 98. Ok, wow. Sem er crazy, sko. Já. Og hittirðu Egil Ingilberg? Nei. Hvernig hittirðu upp í Listaháskóla? Núma. Og Hildu og Helgu, nei. Þekki þau ekki. Nei, það er skrifstofunni, sko. Það er óþolandi að hlutir breytist. Ég veit það. En Egill lánaði mig veggina, sko, en hann var bara ekki í skólanum þannig. Já. Er skólinn byrjaður? Nei. Nei, þannig að það var ekki allt iðandi af lífi. Nei, ég er eiginlega sem að erfni þetta, sko. Já. Af því að þú ert nostalgísk manneski, já? Já. Ég er, og ég elskaði þennan skóla. Já. Þannig að... Ég var öll mín árana nýr á Sölvhólsgötu. Þú veist í Mygluhúsnæðinu. Já. Ekki það, ég held reyndar alveg, það hittir örgulega líka Myglu. Já, ég held að það sé Mygla í öllum húsum á Íslandi. Listamenn þrífast í Myglu. Já. Hvert fyrir það eftir Listaháskólastoppið? Þá fórum við tralalala. Oh my god, hvert fórum við? Við fórum einhvert, ég og systir mín, ég dró hann einhvert í viðbót með mér, við fórum út með allt. Jú, við stoppuðum í búvörum. Búvörum, já. Sem eru með SS-vörur, af því þar keypti ég, vitumenn, ég vissi ekki að það var hægt, en við keyptum SS pulsustanda og pulsubréf. Ok. Því það er hægt, af því ég ætlaði að vera með pulsupartí. Vá, það er hægt, þannig að nú á ég pulsustanda. Hvað kostar pulsustandur? Hann kostaði 1.500 krónur eða eitthvað. Alls ekki mikið. Nei, og það er svo worth it. Ég geti hugsað mér að eiga bara þannig til að borða pilsur heima. Já, ég styð. Já. Þess vegna líka að mamma hvatti mig til að kaupa þetta því mér fannst ógeðslega að finna þetta væri þú veist í boði. Og svo sagði mamma, svo getum við bara átt þetta, það er ógeðslega gaman. Já. Sérstaklega ef maður er að bjóða einhverjum í pulsupartí, þá rífa þetta fram. Gera hversdaginn ævintýralegri. Ég er sko all for að romantísera lífið. Ég geri það mjög mikið, enda drekki vanalega alltaf úr fínum glösum með röri og klökum. Ok, það er, systir minn gera það sama. Af því það er bara skemmtilegra. Já, þetta er góð lífsregla. Ég veit það. Búvörur. Hvar er það? Það er, ég ætla að giska. Ég ætla að giska að sé upp á Höfða. Já. Bestur í heimi. Ég geggja góður í 3 hlutum. Reikna hratt. Hvað var eftir? Verið hóvar, var það ekki? Jú, já, það var svona bónus. Já, það var bónus. Ég man ekki hvað hitt var. Skamtíma minn er ekki eitt að því allavega. Nei, þetta biti dött. Þannig að þú Það ert er upp á rétt hjá Höfða þér, og þá ertu nálægt heimilið þínu. En ég hoppi upp einu á götu fyrir rekstrafur. Já, frábært. Það er yndisleg verslun. Þar kaupi ég pínlítil sósuglös sem ég ætla að nota sem skotglös af því þau voru ódýrari en skotglösin. Já. Hagsín. Já. Sérstaklega því ég bara átti mig á því að ég er að halda veislu og það er ógeðslega dýrt og ég er að borga mest úr ein vasa. Mamma styrti með þetta, mamma hjálpaði mér í áfengiskostnaði og pulsukostnaði. Ég verslaði hitt og þá var ég ákvað, ég pældi í hvað ég var að eyða. Láta hverja krónu endast.
Og ertu lengi í skrifstofuverum? Rekstrarvörum? Rekstrarvörum, nei. Ég vissi hvað ég vildi, ég fer inn, ég fer út. Já. Og hvað gerirðu eftir rekstrarvörur? Hörru, ég fer heim, tek smá kósí stund. Sem iPad? Já. Og síðan bara svona frjáls kvöldmatur, þarna fæ ég mér restin af Dominos pizzunni. Já. Og sumi myndu segja að það væri kannski ekkert endilega eitthvað það mikið í lagi með hana, hún var nýskapsamt. Já, þetta 2 daga gömul Dominos pizza. Já, og ég myndi alveg taka undir það að hún, nei, ekkert endilega vera borðan, sérstaklega það sem það var annars á henni. Já. En ég í minni hagsýni hugsaði, ég búin að borga fyrir þetta. Já. Ég ætla ekki, og ég líka að því ég keypti stóra til þess að spara svo ég gæti borðað restina og átt 2 kvöldmata. Já. Þá eins gott að ég borða þetta, þannig ég borðaði þetta, en ég pikkaði annars af því hann var ekki góður 2 daga gamall til nýskap. Já. Varstu ánægð með hann kvöldmatt? Ég var ánægð með mig. Já, og hagsýnuna? Já, en matinn nei. Ok. Þú veist, ég setti samt í airfryerinn minn sem ég fekk í jólagjöf. Airfryer mögnuð uppfinning. Upplifun, já. Og upplifun, já. Kitti gaf mér airfryer í jólagjöf. Fallegt á honum. Mjög. Hvernig? Hvítan og sætan frá einhver fyrirtæki sem heitir Mí. Þetta snjall airfryer? Já! Ég á eins! Nei! Ég skýrði minn, veistu hvað hann heitir? Hvað heitir hann? Loftur. Mjög gott. Ég skýrði minn ekki neitt. Ég skýrði hann í appinu. Já, notar einhvern tímann appið? Nei. Ég nota appið. Ég ekki búin að, ég tengdi hann einu svona netið, svo var hann tekið sambandi til að setja grillið í, samlokugrillið í samband, þá datt netið út og ég nefndi bara ekkert að gera það aftur. Já. Af því að hvort ef ég set eitthvað í hann, þá mun ég hvort bara slá það inn. Ég samdi bitt þetta sem að gekk allt í lagi. Já. En það sem að ég geri að ef ég er að sækja hófi í vinnuna seint, þá set ég franskar í áður en ég fer og síðan kveiki ég á því þegar það eru svona kortir í komin heim, þá eru franskarnar tilbúnar og glænýjar líka. Já, ég náttúrulega aldrei pælt því að það gæti verið eitthvað sem hægt var að gera. Já. Síðan nú ertu búin að kannski samfara með að tengja netið aftur við það. Ég myndi gera það. Já. Og líka það gæti glatt einhverja cybercriminals. Mér skilist að það sé besta leiðin til þess að hakka fólk að komast í gegnum öll þessi snjalltæki sem eru tengd ráðurinn okkur. Geðveikt, ég er ógeðslega til. Velkomin. Hvað gerirðu næst? Ég setu þetta á kasól og byrja að raða nammipókana sem að nú þegar í pakningum. Þú veist, ég raða ekki gummíinu í nammipókana því svo harn ekki, en ég raða karmelónum sem eru allir í umbúðum og sleikjónum. Þetta eitthvað sem ég lefði... Í 80 nammipóka. 80 nammipóka? Er hugsanin að það sé 1 nammipóki á mann? Já. Komi 80 manns? Nei. Nei. Á ég svona 15 nammipóka eftir 20 cirka, já. Það er bara heppin. Ég ætla að koma með þá hingað og segja það er skrýðið. Ég hugsaði þarna, mikið vona ég að hafi komið með einn af þessum nammipókum. Já, ég veit það, sorry. Ég fyrir ekki þér. Já, það ekki, já. Ertu lengi að þessu? Já, mjög, og illt í hálsinum. Illt í hálsinum? Já, ég einhvern veginn siti eitthvað illa við þetta, held einhvern veginn á allir namminu og færa pókana, þú veist, þetta var erfiðisvinna, sko. Ég var harka, sko. Já, vel gert. Já, allt fyrir gestana mína. Og er það upp í rúm klukkan 1? 2 aftur. 2 aftur. Já. Og ég ætla að giska að vakna klukkan 11 næsta dag. Já. Aftur, já. Aftur 11. Og hvað tekur við? Það er 50 dagur? Það er 50 dagur. Hvað gerði ég á 50 daginn? Ég man allavega ég endaði daginn minn á að 50 dagur. Sko, ég man ekki hvað ég gerði að degi til, en ég man að við byrjum að blása í tjaldið sem við fengum lánað og við fengum svona uppblásið tjald. Hvernig virkar það? Nákvæmlega. Sko, þú mátt heyra þá á endanum að ég get eiginlega ekki svarað en ég skal svara hvernig ég held að virka. Já. Það fylgdi með pumpa. Við sko opnuðum tjaldið, það var að koma úr umbúðunum, fengum að lána frá vinum okkur sem hafa aldrei notað. Ok. Og það er handpumpað. Já. Tek fram að þetta er 24 fermetrar þetta tjald og nú getur eitt ímyndar hvað það er að handpumpa mikið. Það bil 24 fermetra. Já. Og þetta er bara, þú veist, þessi gamli góði, sko. Já. Hefði við þurft rafmagnspumpu, já. Já. En fylgdi það með? Nei.
Og eigum við það? Nei. Þannig að ég, systir mín og mamma vorum að erfiða svoleiðis við þetta og svitna, setja upp í fyrsta skipti þetta tjald á að vera á grasi. Í garðunum okkar ekkert nema steypa og hellur. Já. Þá sérst að teygja það, þú veist, í allar áttir og svo byrja að pumpa það upp svo það haldi sér flottu. Aha. Við náðum því náttúrulega ekki, vorum í 3 klukkutíma að blása þetta upp og byrjum að festa þetta svona við girðinguna, erfiðlega, förum inn og hugsa Guð minn góður, já, þetta nú vonandi virkar þetta, förum inn, ég klára að setja allan namipókana, ógeðslega flott að því, systir mín að pakka inn á meðan fyrir pakkaleikin, já, það er pakkaleikur. Eins og í öllum barnaafmælum þá var alltaf pakkaleikur, þú veist það búið að pakka lítilli gjöf sem að vanalega úr tækir og kostaði 300 krónur inn í dagblað sem var svona látin ganga hringin og svo maður að rífa og svo láta ganga og þú farið eiga dótið og hún því. Já, ég skal alveg trúa því, ég man ekkert eftir því úr minna ég skal alveg trúa því að það sé hlutur. Ok, en ég myndi taka upp þennan leik í fullorðinsamælum líka vegna þess að þetta virkaði ógeðslega vel og fólk elskar að fá að vera barn í smástund. Eða svona þessi barnslega gleði, skilur, fá að sleppa sér aðeins. Þannig ég mæli með að taka þetta upp í þínu eigin partíi. En þannig já, við gerðum það og mamma mín var að hjálpa mér að binda namipókana. Og síðan lítur móðir mín út þegar ég alveg að vera búin og sér að tjaldið liggur. Yey, gaman! Já, þannig að við förum út, blásum aftur í það. Já, aftur bara pumpa. Aftur að pumpa og eitthvað gatið sem opið. Því að það getur svona ekki verið að við séum búin að þú veist, á ekki að lekur, það getur ekki verið gata því við vorum að opna það, skilurðu. Þannig að við reynum okkar best og við eitthvað, ok, núna þetta flott og vonandi verður þetta bara hérna við vöknum á morgun og allir bara eitthvað, ok, flott, förum að sofa. Já. Svo fer ég að sofa klukkan 4 af því ég hérna föndra veiðistöng fyrir þetta bit. Já. Það mjög seint, ég veit það, mér leið hræðilega. Já. Þetta var of lengi. Þetta allt of seint. Ég fer að sofa. Ég búin að vera sofandi í 6 tíma. Já, þarna, sjáðu. Já. Ég fer að sofa. Vakinn klukkan 8. Það eru hvorki 7 en 9 tímar. Nei, það eru 4. Það er sléttala. Þar sem að móðir mín rífur í mig og segir, tjaldið liggur. Nei! Jú. Þú getur rétt ímyndaðir hvernig mér leið. Og ég segi, illa giska? Já. Illa. Rétt. Yes! Og þetta var hræðilegt og ég lít út og ég bara eitthvað, nei, vistu það, ég nenni ekki að standa í þessu. Ég vil bara sleppa við þetta partí sem leiðilegt að því ég er búin að eyða allt miklu í þetta. Tíma og tilfinningum og pening og spenning og ég veit ekki hvað og hvað. Og þannig við förum út og ég segi, og vinkonum mín var sérst búin að senda mig eitthvað, þú veist samt að þau hafa lánað okkur tjald fyrir partí áður og við vildum ekki spyrja aftur að við fengið það svo oft lánað. Já. Þannig hún var búin að senda mig eitthvað, þú veist samt af okkar tjaldi og ég var bara eitthvað, Sigrún, má ég fá tjaldi? Og hún sagði já, þannig að við fórum út klukkan 8 morgunin að pakka saman þessu helvitis tjaldi. Ímyndið er bara að pakka saman risastórum sveppoka, það var málið. Að ná loftinu úr. Ég get ekki pakkað litlum sveppoka, svo mér sé af. Já, 24 fermetra sveppoka og setja hann í, þú veist, lítinn poka. Já. Nei, við reyndum 2 svar til að koma um í innan poka. Nightmare. Allar úrillar þegar við erum búin að svo lítið. Og við erum búin að gera þetta og komum um pokan, lítum að hurðinni. Hún var lokuð. Síminn hennar mömmu inni. Nei. Við vorum læstar úti. Nei. Víst. Hundarnir inni, enginn með lykil. Og þarna misti ég lífsviljan sinum 1000 og ætla að hætta við partíð. Því ég hugsaði, nei, þetta bara gengur ekki lengur. Já, bölvun yfir þessu. Systir mín man og hún, ég bý í 2 húsi, mjög heppin með það. Já. Og systir mín segir mig það sérst að hún, herbergisgluginn hennar sé opinn. Ok, spennandi. Hún er með svona þakglugga, af því það er svona undir súð, skilur. Þannig að það er að komast upp á þak, ef maður ætlar að brjóta stannin. Já, þannig að við fundum stiga og ég klifraði upp á þak. Og hékk þarna utan á þakinu til þess að klifra inn þakgluggan og komst inn. Og þetta á 4 tíma svefni? Já. Alveg svoleiðis. Jesús. Já, þetta var magnað. Já. Og þarna var klukkan bara 10. Og 9 tímar í veislu og við ekki komin með tjaldið. Já, einmitt. Þannig að þarna í mínu kaosi leigi ég svona lítinn sendibíl á Brimborg í einhver appi. Já, sniðugt. Ég elska upp. Ég líka. Og sæki bílinn, sæki tjaldið á bílnum, ræsi út og afa. Já. Láta þau hans vinna. Já, og þau sko björguðu þessari vislu, amma, afi og mamma mín og systir mín og Sævar kærasti mömmu. Og við förum og
sækjum þetta tjald, það var allt í voru líkitt svo svarað, fyrir að sækja hitara niður á rúf, fengum lánaði hitara, fyrir að setja upp þetta tjald, það tekur sinn tíma, svo bruna ég að ná í soundbox og svo bruna ég annað að ná í kökuna. Aðeins að stoppa hérna. Leggur þig aldrei yfir daginn? Jögg! Og ég borðaði eiginlega ekki neitt. Já. Ég held ég hafi borðað Ég borðaði eina súrdeigsbrauðsneið með jalapeno túnfisksalati. Ekki einu sinni sólkjarna, þannig að... Ekki einu sinni sólkjarna, þannig að ég var alveg stopp þar, þú veist. Og við varum búin að segja þetta, svo þegar það kom allt heim, ég var svo úrill, að mér leið svo illa. Þú veist, ef ég sef lítið og ég drekk kollab, þá verður mér bara flögurt. Og það var staðan á mér þarna. Mér leið illa og ég var pirruð og það var allt ömurlegt. Bara eins og ég á 9,5 tíma. Sjáðu, þú getur eitt ímynd, þá veistu hvernig mér leið, skilurðu. Martröð. Og við náum að setja tjaldið upp, það tekur sinn tíma því þetta er, þú veist, 40 fermetra tjaldið eitthvað. Ok, þið stækkuðum 16 fermetra? Já, ok, það er kannski ekki alveg rétt hjá mér, en það er stærra þetta tjald. Og við höfum heilengi átt okkur að það var enga leiðbeiningar og við myndum ekki hvernig átt að setja saman. Já, þú veist, það var allt ömurlegt þarna, skilur við. Já, hvernig var veðrið? Það var nefnilega smá hvasst, þannig að Róki var alltaf að færa tjaldið þegar við vorum að reyna að festa það saman. En svo fór að lægja og ég byrjaði að skreita, ég þurfti auðvitað að setja fánaveifur og blöðrur út allt að því barnaafmæli, litríkar serjur, mamma byrjaði að gera ostabakkan, þarna hefði enginn sest, við vorum ekki búin að setjast niður, sko. Ég hleyp, gerir mig til, að því ég er náttúrulega fyrir búning. Já, geturðu sagt okkur frá þeim búning? Já, ég fór í gallabuxur, kjól og pils af því þegar ég var yngri þá ég fari allt sem ég fannst flott þó það væri ópraktískt skilurðu. Ertu í þessum búning allt kvöldið? Já. Og fór í svona eldrauða velúrpeysu yfir, var með tíkó með stjörnum í sem svona hékk úr og var með fiðrildaspennur og setti bláan augnskugga á með puttunum. Með puttunum? Ég var eins og mamma sagði sjálf, ég var 8 ára. Vá. Basically. Geðt. Já, þannig að þetta gekk hjá mér. Já. Er þetta ekki óþægilegt að vera í öllum þessum fötum? Það var það ekki. Ok. Þú veist, og það fór að lægja og það var bara fínt veður og ég var búin að setja upp, ég gerði svona listaverk, ég setti 2 lítra mix á svona stall sem óð til barna afmæla frá árunum 2007 til 2014. Já, ég man það, ég man eftir mix og esku. Alltaf 2 lítra mix átti ganga. Já. Og þetta er ekki taka og drikkur. Nei. En þetta var bara alltaf. Það er ávöxtur í þessu? Já. Ég veit ekki svona út fyrir hvað fræða að vera af þessu, en já. Já, og svo byrjar teitið þarna klukkan 7 og allir eru búin að vera í volli. Mér leiði eins og þessi dagur hefði verið 3 dagar. Já. Þú veist, mér leiði eins og að allt kaosu morgun, það var 1 dagur, síðan var undirbúningan annar dagur og síðan partíið að byrja annar dagur. Já, mér finnst sko þessi kaosu morgun en mér finnst að þú hefðir alveg með réttu getað sleppt, eða þú veist, bara láta alltaf koma daginn eftir og þau hefðu bara þurft að díla við það. Eða seinka þeim. Já. En ekki það flestir ákvaða að mæta færsumlega leit og allir mættu klukkan 8. Þetta byrjaði 7, ég hélt í smá stund að fólk væri að púlla svona barnaafmælisdót og bara ekki mæta. Ég var smá okkur svona, nei. Ég ætlaði ekki að halda eineltis barnaafmæli. Nei. En þú veist, já, það mættu 10 manns á bilinu, 10 kannski 15 manns á bilinu 7 til 8. Já. Og svo mættu allir 8 til 9. Fékkstu gjafir í stíl við barnaafmæli, þú veist, umslag með 500 kalli? Já, ég fekk nákvæmlega frá Sólbjörtu vinkonum minni, ég fekk nákvæmlega umslag með 500 kalli. Geðvegt. Og Jón Björn og Selma vinur minni, þau gáðu mig Playmo. Fekk vassmálingu frá Snorra og Andreu. Æði. Nei, já, þannig að, já, og fólk var mætt í búningum. Þú veist, fólk var bara að channela sín innri börn og þetta var æðislegt. Það voru smekkbuxur, Henson gallar og buff, íþróttaföt. Þú veist náttúrulega mæti í fótboltagallanum beint á æfingu, skilur, þegar maður var krakki. Enginn búinn að fara í sturtu. Þú veist, ógeðslega skemmtilegt hár, glimmur. Já. Og þetta var bara æðislegt. Gaman. Og hvað, ferðu niður í miðbæ eftir partíið þetta? Nei, ég minna og ég svæði 4 klukkutíma. Já. En ég byrja náttúrulega partíið að leyfa fólki að veiða nammipoka. Já. Svo var leynigestur klukkan 9 sem ég bókaði. Ok, hver var það?
besti leynigestur sem þú getur fengið í partí á sama hvað aldrei þú ert vil ég taka fram núna eftir að hafa fengið hann og það var bladrarinn, blöðrudýrameistari einmitt, ég hef séð þetta á Facebook og ég fekk hann til að taka sko barnaafmælisprógram eða sem það sem hann myndi gera ef hann var í barnaafmæli nice. það er að segja að vera bara eitthvað svona hvernig á ég að blása í blöðru og svo springur hún og allir eitthvað nei og það var æðislegt af því að tóku allir þátt það var allir bara proper, þú veist, þetta var eiginlega allt bara fólk úr LHÍ og einhverju svona svoleiðisvinni mínir þannig að þú voru allir bara get game ég var bara hafa ókslega gaman og vera bara cringe þú veist, að leifa sér bara að vera börn og bara sleppa sér, þú veist, hverjum ekki sama það var bara gaman, þannig að hann var eitthvað veitu hvað á ég að halda og allir eitthvað niðri eitthvað, það var bara epíst og svo hann var þarna í klukkutíma 1,5 og fólk kom bara upp á honum og sagði má ég fá mörgæs og hann bara eitthvað Gat hann gert mörgæs? hann gæti gert hvað sem hann gerði þorska hatt einn, meira að segja fyrir hatta og einhyrninga, já eða fyrir hildi en já og hann var að og hann gerði mín í vinkonu mína, hann gerði svo margt og mikið og hann var svo gaman og hann gerði partíið mitt sko. Geðveikt, ég grét úr hlátri yfir honum hvað var hann lengi? Hann var líka 1,5 ok eftir það þá var pulsupartí svo var atriði fyrir mig hverju voru atriði? Sviðsöfundabekkurinn já of course þess að gera hann að kötturinn segir mjá 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 dun, 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 hú 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 það var aðeinslegt svo sungum við LHÍ köld þjóðsöngin Svala Lendir öll saman Svalar Lindir? Já. Þetta var ekki þeng þegar ég var. Vá, þetta er leikara söngurinn, sko. Ok. En sviðsöndum ég reyndar fór aldrei í neinn partí alltaf ég eða. Ég veit ekki hvort það hafi sungið eitthvað mikið í partíum svo sem. Nei, hvenær var þetta sungið? Á öllum tónleikum sem að leikarnir voru með. Og... Já, ég fór aldrei á tónleiku þá leikar á bekknum. Nei, sviðsöndunir eru ekkert alltaf í því. Nei. Styðja vini sína. Nei, við gerum það helst ekki. Hjá leikurinn sem eru oft í verkunum ykkar og komið þið og styðja okkur á móti, nei. Ó nei, þið getur gleymt því. Þau gerðu það mjög mörg í mínum morgungi. Hvenær er partíið búið? Sko, það voru eiginlega flestir farnir eittleytið. Ok. Af því sko, það var náttúrulega stanslaust prógram. Ég var með, pakkaleikinn og vinkonu mín misti nöglina og í honum að því hún svo æst að rífa auðvitað af. Og ég ekki að grínast, hún rifnaði af. Og Gervinögl eða? Ja, alvöru nögl. Alvöru nögl? Já, þetta var ógeðslegt. Allt fyrir pakkaleikinn. Já. Og hún vann hann ekki líka sem er leiðilegt. Hildur mín, já. Og síðan tókum við Aron lagið, við tókum Creep lagið okkar, við tókum 3 löguleg, allur bekkurinn, með dönsum og allt. Við erum alltaf óþólandi leikarar og við bara, we are living up to the name, skilur. Já, bara embrace it. Já, en svo er þetta svolítið, síðan voru flesti farnir eitt sem ég var mjög fegin með það, því ég var aðeins svo þreytt. Já. En þá kom vinkonu mín og Marja, og við spjöllum að því að hún var að vinna út á landi og hún ákvað að koma og gefa mig knús og við spjöllum hann í 2 tíma. Í 2 tíma? Ég fór aftur að sofa 4. Oh my god. Þannig að þú hefur ekki vaknað fyrir en 11 eða 1? Nei, ég nefnilega þurfti að vakna einmitt klukkan svona 10-11. Ég ætla rétt að vona að það verið 11 upp á 8-tölun að gera. Já, ég man ekki hvernig það var en ég svaf mjög lítið að því við þurftum að taka hlutina niður og skila þeim fyrir klukkan 2 að því við vorum að fara í gleðigönguna að sjá vinnufólki okkar. Sjá guðbarni mitt. Labba með mömmum sínum. Já, voru þær með samtökunum? Þær voru í hinsegin fjölskyldur. Hinsegin fjölskyldur, já. Já, slottinu. Ég misti af gleðigönguna því ég var á veislustýra í CZ brúðkaupi. Það er alltaf diabolical að vera með brúðkaup á Pride en allt góð. En mjög sniðug sem að brúðkaupinu sagði, það er alltaf sól á Pride. Það er enda rétt. Ok, þannig að þetta var eiginlega taktíst. Já. Okay. Og já, þannig að þá erum við bara komin á laugardaginn. Þú fórst á Pride. Já. Og hvenær mættirðu? Of seint, við getum alveg orðað þannig. Við mistum af þeim. Anskotin. Við mistum af þeim, en við sáum smá og ég sá smá og ég fer alltaf að gráta þegar ég sé gleðigönguna. Já. Alltaf, af því að það er alltaf svo glaðir og ég hugsa alltaf fólki sem fær ekki að vera svona glatt og hugsa þau sem eru loksins svona glöð og voru ekki kannski glöð þegar þau voru yngri og þau eru frjáls og þau mega vera það og allavega þarna og ég sé alla prestana
og ég ekki einu svona trúið en ég fæ bara eitthvað svona, vá, takk fyrir Já, einmitt. Og þegar ég sé hinsegin félagsmiðstöðina og ég sé svona 15 ára krakka sem eru svona glaðir og frjálsir í sér, þá fer ég að græna og þegar ég sé gömlu lesbíurnar á mótorhjólunum þá fer ég líka að gráta. Ég fer bara svolítið að gráta yfir þessu. Einmitt, þú ert hrifnæm. Ég er leikari. Já. Nei, ég er hrifnæm en sko, ég græt ekki yfir mörgu en það er sumt sem að ég græt alltaf yfir og það er til dæmis gleðigangan. Og svo bara sá ég guðbarnið mitt og hann er sætastur í öllum heiminum og ég elska Helgu mínu og Söndru út af lífinu og ég er öll út í tattúum mitt. Ég er endar sumri dottin af en ég var með svona tattú. Já, svona tyggjótattú. Nei, bara svona pride tattoo sem að þær voru með sko. Jú, tyggjótattú, er það svona temporary tattoo? Já. Já. Ég kalla það tyggjótattú. Vá, gott, ég ætla ekki að byrja að gera það nú. Þegar ég var lítill Ég var með tyggjótattú ég var með sérpöntuð tattoo í útskriftarveislunum minni. Hvað var á þessum tattúum? Svo margt gott. Hérna, ég var mér sett á púlsinn minn hérna to be or not to be. Á hálsinum var ég með acting is reacting sem ég varst mjög fyndið. Ég var að velta þig fyrir mér að því ég sá þetta hérna hvort að þetta væri eitthvað að því ég er svo, hvort það væri eitthvað svona töffaralegt eitthvað bara svona, ég ætla að fá bara nokkra bletti hér. Já, nei, það er eiginlega farið af. Já, þetta eru leifar af. Svo var ég mikið af andlitur á mína og sem stóð eitthvað mentu leikona, bitch, eitthvað. Já, mér mjög mikið fyndið, þetta voru allt svona mím. Já. Og þetta var mjög vinsælt, fólk var að labba út með slíf, sko. Ok, wow. Geðvægt. Já. Það voru hvað, 100.000 manns á gleðigöngunni? Það var megasens, það var ógeðslega mikið á fólki. Já. Sem er líka fallegt. Já, ræðislegt. Ég var að tala við, ég er að fara að byrja í verkefni fljótlega. Ég var að tala við konu sem að sérhæfi sig í jafnréttismálum og hún sagði mér svolítið sem að veitti mér smá innblástur, ekki innblástur, gaf mér smá von. Ok. Hún var að tala að í tengslum við bakslæðið sem hefur verið í réttindabaráttu hinsegin fólks. Já. Að hún var að taka eftir og ég hef tekið eftir því líka að fólk sem að hefur svona verið sama réttindabaráttu hinsegin fólks er núna meira að falla réttu megin línunar. Já. Af því að þar sem að er svona mikið ógeð, þú veist að vill enginn vera ógeð. Nei. Og maður sér eitthvað svona, það vilja fæstir vera ógeð. Já, vilja fæstir vera ógeð og þeir sem eru ógeð halda að þau séu það ekki. Já, einmitt, það vill enginn vera ógeð. Já. Og þú veist, maður sér, þú veist, hræðilega hluti í kommentakerfinu og víðar og fólk er eitthvað svona, já, ég ætla ekki að samsama mig ekki þessari hlið. Já. Nei, það er rétt. Það er góð punktur. Já. Ég var í afmæli útskrifti í gær. Já. Ég kannski hoppa yfir í næsta dag en það er kannski allt í góðu. Ég held að við séum komin á laugardaginn bara. Já, við erum komin á laugardaginn, sko. Já. Og við vorum heil lengi þarna saman við familjan. Þetta er sérst vinafólki mitt og guðbæða mitt. Já. Við vorum þarna... Er þetta vinkonuðinnar sem að... Já, þetta er sérst foreldrar hennar eru bestu vinnir mömmu minnar, skilur, og pappa. Okay. Og Sævar núna náttúrulega þekki þau. Þannig að þau eru... Og það eru þetta Sandra og Helga heita þær. Og þær eru bara þínum aldri. Já, Sandra sést dóttir vinafólksins míns og við ólum svolítið upp saman, þú veist, því þið fóreldrar svo góði vinnir. Já. Og Helga sést konan hennar, þær eru trúlegar. Og þær eru, já, Helga jafngömul mér og Sandra er 1 ára eldri og þær eiga þarna Oliver Theo sem er sætastu börn í öllum heiminum og hann er guðsonu minn. Já. Og ég elskar hann til lífinu. Er hann skýrður kristilega? Nei. Nafnaveisla. Ok, hoppum við, nei, við skulum ekkert hoppa neitt. Haltu áfram að segja mér frá. Það var svo sem ekkert mikið, jú, við fórum í beint eftir það, við vorum ógeðslega þyrst að það var svo ógeðslega heitt í gær. Já. Vá. Já. Þannig okkur langaði eitthvað kalt að drekka, en mamma þurfti að kaupa, við þurftum að kaupa útskriftargjöf því við vorum að fara í útskrift kvöldið. Hjá hverjum? Hjá Halldór Sif sem er einmitt í svona svipu tengsl, mamma hennar og mamma mín eru æskuvinkonur, bestu vinkonur og bjöggu saman og allt, þannig að við ólumst upp saman vinnafólk líka, sem sagt. Þannig við þurftum að kaupa gjöf, þannig við fórum í Kringluna. Ég fór í Rauðakrossin og fann barnaföt af því að Kitty, vinur minn á Vonabatni, þannig ég fann úkslega sæta gallabuxur sem ég keypti og svo eiga Snorra og Andrea vinir mínir, þau eiga 1 ára gamla stelpu og ég fann smekkbuxur fyrir hana. Æði. Mér fannst það bara svo sætt að ég þurfti að kaupa þetta, skilur. Já, bara tengi, sko.
og ég á engin börn en þetta fyrir börnin sem ég elska. Já. En já, og síðan fengum við okkur að borða á Kúmen af því það var allir svangir. Já. Fekkum við Flatey. Flatey? Pítsu. Hvernig, pítsu mánaðarins eða? Nei, Umberto. Frábær pítsa. Já. Döðlur og pepperoni með skjálfstöki. Já, og rjómastur, bara eitthvað auðvelt, skilur við, bara simpel. Já. Ég var að kreyfa smoothie ísinn sem var alltaf hægt að fá í Bínóis sem ísbúðin Háteigssvegi. Já. Fyrir að hætt með hann út af fucking Ice Guys ísnum. Ég vil ekki fara út í það, ég er ógeðslega sár. Ég er ógeðslega sár. Commercialismi. Ég veit það, Ice Guys ísinn er mjög góður, en mér er alveg sama, ekki beila á smoothie, þau eru komið eitthvað sér Ice Guys stöð. Og þá sagði hann það var ekki pláss fyrir allt smoothie dæmið sem þau voru með. Ok, en ég skil ekki, ég nefnilega fekk mér ís í gær líka. Ég var að veislustýra upp á Altanesi. Já. Og síðan kom ég við í Hagkaup í Garðabæ, ég ætla að kaupa mér einn óáfengan bjór til þess að drekka í baðinu á meðan ég var að lesa spennusöguna mína fyrir háttinn. Hljómar svo draumur, ok. Og það er náttúrulega við hliðina á ísbúð. Garðabær. Já. Og það, ég skil ekki hvað þessi Ice Guys ís er. Þau voru líka með hann smoothies ís, ég ætla rétt að vona að þau hef ekki beilað hann líka fyrir hann Ice Guys ís. Ég spurði ekki, ég vissi ekki af þessum smoothies. Nei. En hvað er þessi, af því að ég held þegar ég sá þetta væri þó bara einhverju svona frostpinnar eða eitthvað. Já, þetta voru frostpinnar, núna eru komnir, þú veist, þú getur fengið bragðrif eða eitthvað, þú veist, það er bara eitthvað ís og Oreo og þetta bláa dæmið hana, íssósan eða eitthvað. En akkur þarf sér stöð fyrir það? Já, semdu tölupost, skilur. Já. Ég get ekki Þú svaraði. ætlar ekki að setja hér og... Ég bara, þetta er opið sár fyrir mig, skilur. Af því ég mæti þarna langandi bara í það. En það er náttúrulega ekki til. Nei. Þannig ég fæ mér barnabragðaref með bananaís. Ok. Nutella dífu. Já. Lögkeksi og sigruðum hnetum. Þetta er a classy bragðarefur. Ég veit það. Classiest one yet. Right? Það var mjög góður, sko. Og svo fórum við heim, ég fór í sturtu, ég fór beint upp á rúm af því mér langaði bara að vera þar. Fékk ég að vera þar? Nei, ég var að fara í útskrift. Já, og þú varst nýbúin að taka... Ég var svo þreytt, þú skilur ekki, sko. Ég verð að spyrja. Já. Föstudagurinn, þar sem allt var í steik, náðu þér eitthvað að sinna iPadinum? Nei, ég nefnilega misti held ég öll stríki mín. Já. Það sökkar. Já. Það gerir það, skilur. Já. Það kemur högg í reksturinn hjá mér út af því það var mikið að gera hjá mér. Já. Ég er eftir að tala um það. Já, við skulum ekki... Þetta er ekki þannig podcast. Nei, þetta er ekki þannig podcast. Þannig að þú varst... Já, ég skil ekki hvað þú streitt. Þú varst að drepast, lást upp í rúmi og síðan kemur mammaðinn inn og segir, jæja, Katla. Nei, ég heyri sko út undan mér þar sem að Sævar spyr, er Katla að koma? Mamma segir, ég vona það. Og þá var ég bara eitthvað. Það var henni skott í stand upp núna. Já. En svo fór ég og það var voða næs. Ég var heil lengi, þú veist, ég þekkti mjög mikið af, þú veist, jafnöldrum mínum sem voru, en svo er líka gaman að vera með fullorðna fólkinu uppi. En ég var heil lengi að spjalla við aðra... Já, það var svona krakka og fullorðna svæði. Krakka 23 ára, en já, krakka, já. Já. Og ég var svolítið með foreldrunum hann uppi, þessum 3 settum á foreldrum. En ég var heil lengi að spjalla á æskungunum mömmu eiginlega í sko 1,5 tíma feminisma og bakslagi feminisma. Er hún pro eða con? Hún er pro, very pro. Ok. Very pro feminism. Ertu með einhver key takeaways? Hvað segir maður? Já. Nei, við vorum bara að tala um það að já, mitt. Ég var að tala um bakslag, ég var að tala um, þú veist, munin í dag og við vorum að tala um íslenska gellutónlist, punktónlist og ég var að tala um, þú veist, hljómsveitina mína og að ég er að vera sem heitir mammaðinn og við erum að svona svipa eftir dúkkulísunum og grílunum. Ég var að hlusta á okkur fyrir í dag. Geðut, takk. Takk að þér. Fleiri lög á leiðinni. Geðut. Hvenar, ég veit ekki alveg. Ágúst vonandi. En já, þannig að þú veist, og yfir hvað það er þörf bara og hvernig er best að kljást við þetta núna á okkar tímum, við okkar kynslóð þegar kom svo mikið bakslag og tala mikið þú veist, í COVID kemur svo mikið bakslag því að fólk var svo mikið á netinu, Andrew Tate varð svo stór, fólk kunni ekki að haga sér í mannmergð, þekkir ekki að það að vera í kringum fólk, sérstaklega þú veist, úlingar skiluru og svo komum við út úr COVID og þá var allt svona búm aftur í einu og allir svolítið týndir. Já, og bara bakslag sko,
útlendingahattur og rassismi og bara allur pakkinn. Það var bara að baksla í öllum mannréttindabaráttum svolítið, búin að vera síðastliðin ár, sem ógeðslega óhugnalegt og pirrandi með við þá vinnu sem búið að vinna allan tíma. Og ég var að ræða um BR-ritgerðina mína sem ég skrifaði bara kyngerfi og hvað að það kyn að vera kyn bara einhver hugmynd, skilur, bara svona samfélagsleg norm, að vera hitt og vera þetta og vera kvenlegur og karllegur og bæði og hvorugt. BR-ritgerðin mín var svipað efni, ég skrifaði performatíva kallmennsku. Vá! Performance kallmennsku. Ég hefði átt að lesa þína Hún var mjög léleg, ég fjall á í fyrstu skilum og ok. Já, ég vandaði Nína Hjálmars, fræðikennari, hrósaði mér sérstaklega. Geðvegt. Pissaði næstu í mig. Ok. Já. Ég var að horfa á þátt á YouTube sem að heitir Jubilee. Jubilee, love them. Jubilee og Cut, hefur allt og gaman að þeim. Cut, hvað er það? Það er svona annað svona fyrirtæki. Ok. Mæli maður að kíkja. Mér finnst nefnilega Jubilee vera samfélagslega skaðlagt, en mér finnst mjög gaman að horfa á það. Já, það er góð punktur, það er mjög góð punktur. Það er entertaining, en það er, Já, þetta er svona þetta setur einhvern veginn svona þetta svona gerir jafn hátt undir höfðinu mín svo skoðunum. Ég datt inn í þetta út frá Mehdi Hasan þar sem hann var að tala við 20 öfga hægrimenn og þar voru bara sko nasistar. Já. Bara Já, ég meina það eru nasistar hérna að vernda íslenska konur út á götu, skilur við. Takk fyrir. Takk fyrir að vernda mig, strákar. Ertu ekki öruggari? Vá, mér finnst ekki svo örugg þegar glæpamennirnir eru að passa mig, íslensku hvítu konurnar. Ég var að hlusta síðan á, ég hlusta stundum á ég hlusta eiginlega alla svona pólitísku umræðu þætti. Ég hlusta ekki á broadcastið. Skrítið. Ég var að hlusta á Margréti Valdimars í gær í einni pælingu. Ég veit ekki hvað það er. Ég er náttúrulega ekki podcastkona. Nei, en allavega hann sagði, hann Tóti sem að er ekki skoðanabróður minna neinuleiti, hann er hægri maður og svona mikill svona anti-vókisti, hefur gert svolítið Ég sé þetta og klippur á þess að TikTok. Já, hann kom í potti til mín báða vegi og það er áhugavert að tala við fólk sem að maður er svona mikið ósamála á netinu, en allavega hann var að segja, hann hafi heyrt það frá fjölda fólks að það eru mæður sem að banna ungum dætrum sínum að taka leigubíl nema það sé hreyfill og nema það sé hvítur maður að keyra. Og ég verið svipað en ekki að það sé maður heldur að það sé kona. Já. Að það þurfa að vera kona. Ég skil það. Já, algjörlega. Ég skil hitt svo sem ekki, sko. Ég skil alveg að vilja hreyfill eða sinna að velja eitthvað ákveðið fyrirtæki. Já. Skilur. Bara absolutt, sko. Það er bara hverjum neytandi og frjálst. En líka, sorry, að þú ert í Erlendis, ertu með sömu reglu. Er þetta bara því þú ert á Íslandi og heldur að það sé það sé bara aríski kynstofnin sem ráði hér ríkjum? Já, það er líka bara svona eins og af hverju ættu allir verst, þú veist, ef við ætlum að segja að ef við segjum Arabar og fólk frá og Persar og fólk frá norðanverðri Afríku séu eitthvað hættulegur en annað fólk, þú veist. Þetta er bara frábær punktur hjá þér, þú veist, af hverju ættu verstu glæpamennir þá allir að rata allir Íslands? Nákvæmlega. En allavega, ég byrjaði á Jubilee, ég var að horfa á Candace Owens, veistu hvað það er? Hún er mikil fyrirmynd þín. Það var hún að tala við 20 feminista. Oh my god. Hún reyndar tók daginn og var að tala um Ísrael og Palestínu, sko. Já, einmitt. Ég fekk áfall. En málið er að þar er gyðingaandúð undirliggjandi. Oh my god, já, það er svo auðvitað. Já, auðvitað. Þú veist, já, það er líka... hún er ekki að hugsa þetta út frá, já. Þú veist, það er þessi sko, partur af þessari tortryggni í garð alþjóðastofnana, þú veist, það er mjög svona antisemitically coded. Já. Það er góð punktur. En ég veist það magnað, sko, að því að hún er bara þú veist, ung og bara greinilega klár kona, hún er gjörsamlega nött. Hún er mjög vel að máli farin, sko. Já. En hún tilheyrir 2 minnihlutahópum, sko. Já, og nýja bókin hennar heitir Make That Sandwich. Og er bara
Ég skil sem ekki hvað hún berð svona mikið fyrir því að með plattform sem hún með og hún að vinna við og ef hún vill þessi gömlu góðu gildi þá gætur hún aldrei verið að gera það sem hún að gera. Hún sagði það oft í þessu Jubilee. Hún Jesú? Ég útsendari ykkar. Og hún segir sko að hún getur sinnt starfi sem að hendar konum af því að hún getur unnið heiman frá sér og bara að vinna svona 4 tíma á dag, þannig að hún sinnir börnunum sínum, þannig að hún segir konur geta alveg unnið en það undantekningin. Það verða að vinna heima þá. Já, það undantekning að það fungeri. Þetta bara svo magnað, þú veist, þetta ekki þú veist, ég 10 árum eldri en þú, 11 árum eldri en þú og allar mín 30-aldur, þá var þetta ekki almenn skoðun, skilur ég. En þetta bara orðið mjög almennt. En eins og ég var náttúrulega að ræða við hönnudórunum mína í gær, þá þetta líka, þetta svo hættulegt með samfélagsmiðla að þú getur fóðrað þína skoðun svo hættulega bara út af algoritma. Þú horfir á eitt myndband og þú ert eitthvað, já, fín pæling, það væri kannski 16 svo leys í röð og þá bara búið að heila þó þig, skilur við. Og þetta virkar auðvitað í báðar áttir, en ég vil nú alveg halda kannski eitthvað svona mannréttindi og það að sjá fólk sem manneskjur en ekki geimur, kannski svona aðeins betri algoritmi heldur en að ýta undir hatur og rassisma og nazisma og fasisma og guð veit hvað. En þú veist, þetta bara, þú veist, samfélagsmiðlar, I'm sorry, they are the problem. Samfélagsmiðlar eru... En svo náttúrulega byrjar þetta alltaf inn á heimilunum, hjá foreldrunum og í skólanum. Já. En þetta aðalega alltaf á foreldrunum. Samfélagsmiðlar eru mesta meinsamt sem að hefur lagst yfir heiminn. Já, ég held bara held sig frá upphafi, sko. Ástæðan fyrir ég eitti samfélagsmiðlum af mínum síma ekki af því að ég betri en aðrir, en það ekki ástæðan fyrir ég gerði það er bara af því að ég verð að hugsa sjálfan þig. Ég setti myndband á TikTok þegar ég var að auglýsa síðustu sýningu sem ég gerði. Þetta var 15 sekúndar langt myndband og ég kíkti á það einhvern tímann í svona analytics og þá var búið að horfa á það í 25 klukkustundir á þeim tímapunkti. Þú veist, þetta eru 15 sekúndur, þannig að 25 deilt með 60, skilurðu, hversu oft var búið að horfa á þetta. Og mér fannst það bara ógeðslegt og eins og með þetta, ég set ekkert efni hérna inn á samfélagsmiðla af því að mér finnst bara við eigum ekki að fóðra vandamálið. Þú veist, og vandamálið sama hvort það séu bara fyndin og skemmtileg myndbönd, þú veist, þetta gefur þessu allt saman vægi og þetta heldur fólki inni. Þú veist, ég sammála því, sko, en samt að líka finnst mér líka vera mikilvægt að vera þarna til þess að vera á móti til að vera mótvæðisafl. Eða skilurðu, þú veist, til þess að vera röddin svo til þess að reyna að jafna eitthvað út. Og ég meina, það alveg rétt líka. En líka út af algoritma, þá kannski eftir endur degi eru vídjón þín aldrei að fara til þeirra sem að þau þurfa að fara til, heldur fara til þeirra sem eru sammálaðir, skilurðu. Eða þeir fara til hinna og þú farð dauðahótanir í kommentunum. Já. Ég hef ekki lent í því, sko, en það hef ég ekki verið, sko, ég hef lent í því. Já, mér langar ekki í það, sko. En þú veist, ég hef ekki verið að posta á allavega ekki TikTok einhverju svona hápólitísku dæmi, ég hef repostað mjög miklu, já. En mínu dótið, þú veist, að því eins og bara í hljómsveitinni hjá mér og Elinu, þú veist, þá tökum við öll á kaltæðinu og erum alltaf bara eitthvað, já, þetta nú bara flott, ég skal bara halda kjafta að vera heima með mér, skilurðu. Þannig að ég hef ekki fengið eitthvað, það fer alveg yfir hausinn á mörgum. En ég hef ekki farið alla leið inn í þetta af því ég nenni ekki að díla við einmitt bara eitthvað svona hótanir og eitthvað ljót og ógeðsleg og miklu verra fyrir... Ég bara nógu óörygg í sjálfur mér nú þegar þess margir halda að ég sé ógeðslega sjálfsörygg, skilur. Það eru allar sem þekki ekki skemmtikraft og leikara. Já, þetta óöryggasta fólk bara allir með imposter syndrom og maður bara en svo, at the end of the day, þá þetta líka að vinna mín. Ég þarf að markasetja mig, skilur. Ef ég vil að einhver hlusta á tónlistina mína, þá þarf ég að auglýsa hana á samfélagsmiðlum, skilur, svo einhver fari inn á Spotify að hlusta á hana. Og maður þarf að reyna að halda sér relevant ef maður ætlar að vera sérstaklega einhver svona gig-bransa, þú veist, það öðruvísi með leikara, þú veist, en svo líka at the end of the day, þú veist, eins og þegar við vorum að gera ljósbrot, þú veist, við vorum beðin að posta samfélagsmiðla til að auglýsa að við vildum fá ungt fólk í bíó. Já, og þetta eina leiðin til að ná þeim. Og ég var að vinna fyrir N1 eða NM til þess að auglýsa N1, skilurðu, af því að ég þurfti pening með skóla og B, þú veist, þau vilja ná til unga fólksins og þetta eiginlega eina leiðin til þess. 100%. Þetta vítarhingur sem ég að taka þátt í. Mér finnst pælingin með, þú veist, að sé mótvæðisafl, bara, hún 100% rétt. Og hitt sem þú segir, þú veist, samhliða því að hætta á samfélagsmiðlum og dreifa ekki efnið þangað, þá þú veist,
ég tek þá ákvörðun samhliða því eiginlega að hætta í uppistandi bara af því að Já. ég þú veist, það ekki sjans að ég sé að fara að bóka gig ef enginn veit hver ég Nei. og það eru 2 leiðir að þessu, það annars vera mótvæðisafl Mhm. og ég hef ekki andlegu heilsuna í það. Nei, það nefnilega tekur rosalega mikið ef maður á að þurfa að vera ef Já. maður ætlar að vera þar. Það voru einhver 2-3 ár þar sem ég taldi mig vera fighting the good fight bæði í greinaskrifum og samfélagsmiðlum hafði ekkert upp á sig Nei. í raun og veru nema að ég ól andúð ákveðin og hópa í minn garð, ég sé ekkert eftir því skilurðu Nei. en það var eitt og hitt var bara að geðheilsan mín hrundi. Já. Þú veist, ég bara þá alls ekki alla en ég held að flestir verði verri manneskjur á samfélagsmiðlum. Já. Nei, ok, ég ætla ekki að segja flestir, ég ætla að segja margir. Ég held að margir verði verri manneskjur. Þú veist, eins og Villi til dæmis bestu vinur minn. Hann gerir bara frábært efni á samfélagsmiðlum. Já. Hann á mjög vel við hennan heim. Já. Og hann getur líka, þú veist, auðvitað þegar hann fær skýta komment, hann tekur það inn á sig eins og allir. Já. En hann einhvern veginn svona, hann fær í því líka að koma frá sér einhverjum svona uppbyggilegum pólitískum skilabóðum. Já, hann mjög, já. Ég sammála því. Án þess þó að fá hótanir ofbeldi eða eitthvað álíka. 100% sko. Og hann að ná að gera þetta sko. Og það alveg nokkrir sem að ná að gera þetta, skilur. Já. Og margir stórir bara bandarískir tiktokerar og breskir sem að ná að gera þetta líka. Já. 100%. En þetta tekur alveg orku, Já. skilur. Sumir eru til í það. Hvað gerur í dag? Ég bókstaflega, ég vaknaði. Já. Ég fekk með kökusneið af því að ég pantaði, þú veist það voru 70 pulsur eftir úr þessu pulsupartí, ég keypti 150 pulsur. Wow. Af því ég ætlaðist til þess að allir fengu sér 2-3 pulsur. Já, hvað borðar þú vanalega marga pulsur? 2. En ég fekk mér enga, ég borðaði ekkert þennan dag. Og ég fæ mér 3-5. Valid. Takk. Já, nei, ég var ógeðsleg í morgun, sko, ég fekk mér snakkpoka. Í morgun líka? Já, en svo hugsaði ég, I got to have one sólkjarnarúbrauð. Og það rann út, sko, bara fyrir mína meltingaheilsu, sko. Já, I got to. Og ég leita á dagsetninguna, það rann út í gær. Já. En ég fekk mér það samt. Já, í fínu lagi. Ef eitthvað þá virkar það örugglega betur. Já. Ef þú veist hvað ég á við. Já, bætir trefjanar pluss mögulega eitthvað sem að líka með til að hreinsa út. Já. Ertu með vandamál sem þú vilt að ég leysi? Sko, ok, ég var að hugsa þetta að þetta svo skemmtilegt, en þetta ekki mynd vandamál, þetta bara pæling sem ég með. Já. Og það ógeðslega asnalegt að kalla þetta eitthvað vandamál eða eitthvað vesen. Ég var búin að hugsa þetta mjög mikið og ég veit ekki svara við þessu en ég ætla að fá svar frá þér. Já. Þetta tengt samfélagsmiðlum. Já. Tengt því, þetta alls ekki not that deep, mér finnst það bara svo áhugavert. Það tengist því hverju maður fylgir á samfélagsmiðlum. Nú er ég heppin. Ég á marga vini og marga kunningja sem ég að elta á samfélagsmiðlum. Þeir vinir mínir hafa átt samböndu fólk, verið í samböndum og ég hef fylgt þeim mögum. Já. Sumum þess að sko sem að bjuggu kannski úti, voru í námi, eignuðust erlenda maka sem ég hef hitt einu sinni. Já. Og að fylgja þeim. Já. Þau hætta saman. Er ég ennþá að followa mannesku sem að ég mun líklegast aldrei hitta aftur af því að eins og til dæmis eitt dæmi, hann var í skóla í Bretlandi og hún var með honum í bekk og hún býr ennþá þar, Breti. Já. Þekki hann ekki neitt. Er ég ennþá að fylgja henni út af því ég var bara að fylgja út af honum? Frábær spurning. Eða ógeðslega dónalegt að mér eitthvað unfollowa því eitthvað ég þekki þig ekki. Eða ég skilur hvað við. Ég skil hvað þú sko. Og líka eins og með Íslendinga, skilur ég kannski bara followa þig að því þú varst að deyta þannan en núna þekki þig ekki og munur ekki hitta þig, allavega ekki með þessari mannesku, skilur. Ég myndi segja á þessum tímapunkti, sérstaklega með fólk sem býr ekki á Íslandi, þá þarf þetta að hætta að líta á þau sem manneskjur og byrja að líta á þau sem vöru. Gott. Og ef að þau eru vara sem þér hugnast, framleiða skemmtilegt efni, þá heldur áfram að fylgja þeim. En það ekki skrítið að ég sé svo að því mér finnst alveg áhugavert að við erum bara í sama geira, sko. Já. Ekki skrítið að ég sé eitthvað ennþá á fylgjana því líka þessi strákur, við erum ekkert eitthvað það náinn. Ok,
við skulum taka þessa sérstöku stelpu sem dæmi. Hvað ert þú með, er þetta á Instagram? Hvað ert þú með marga follower á Instagram? 4800. Hvað er hún með marga follower á Instagram? Let's 2580. 2580. En ég sé hérna sko að allir mínir vinir sem að voru að followa hana og sem að eru sérst vinir þessa drengs, Já, þar meðal hann, já, eru öll ennþá að followa hana. einmitt. Sko, með 2500 og Ég tek fram, þetta er ekki vesen, mér finnst þetta bara svo áhugaverð Já. pæling. Ég myndi segja sko með 2500 mann, sérstaklega því að þið starfið í sama bransa, hún tekur ekki eftir því að þú sért að followa sig. Er það nokkuð? Nei. Þannig að ef hún er að framleiða efni sem þið þykir skemmtilegt að sjá, skemmir Já, ekki daginn að sjá. Nei, Hún postar kannski af og til að hún er í einhverju ferð og þú hugsar, gaman hjá henni. já. Hún er ekki að posta nasista content eða eitthvað áleika. Nei, ég held að hún verið svolítið svona á sömu hlið, hvað það varðar. Þá myndi ég halda áfram að followa hana og ef að það kemur upp að ég veit svo sem ekki almennilega hvernig þessi leikarabransi virkar erlendis en þú gætir hagnýttir þessi tengsl einhver tíman. Mött. Mjögulega. Er eitthvað sem þú vilt spyrja mig að þér ber engin skylda til? Já. Þetta er ekki spurningi mín, ég ætla að byrja að spyrja, ferðu mikið í leikhús? Ég myndi segja það, já. Ok. Hvað, mér samt svo leiðilegt, ok, þetta er kannski leiðileg spurning. Og gagnvart öðrum. Já. Ég ætla að segja bara eitthvað svona, hvað er það versta sem þú séð í leikhúsi á síðastliðnum árum? Það versta sem ég séð í leikhúsi? Mér finnst... En það er leiðilegt að segja þetta því maður vill ekki vera að skíti við kollegan sína, þannig að þú þarf líka að segja besta til að vega upp á móti. Og helst að færa rauk fyrir til að vera ekki leiðilegur. Ok, ég er mjög leiðilegur. Mér finnst flest leiðilegt. Ok, geðveikt, það er alveg gaman. Það má alveg ekki fíla hluti. Ég vil alveg, fólk má alveg hætta að standa upp fyrir öllu þegar það klappar í leikhúsi. Hjartanlega sammála. Aron hjarðhægðun. misti í hausinn, hann var að kinka kollið svo fast. Já, nei, alveg, en þú veist, það er ekki allt svona gott, þú þarft ekki að standa upp fyrir öllum, sko. Sumt er svona gott og ég er sammála, ég stend upp ef mér finnst ég þurfa að standa upp. Já. En það þarf ekki alltaf að standa. Það er alls ekki alltaf. Eiginlega oftast bara ekki. Já, ég skilða á frumsýningu og lokasýningu. Já, bara til þess að hrósa vinnunni. Já. En á sýningu 40 á bara svona midsýningu sem er bara eitthvað svona, já, þá þarftu ekki að gera. Þú veist, á frumsýningu ertu þannig líka af því að viniðin böðir og... Ég hef reynt að vera þrjósk og ekki standa upp, og menn allir aðrir standa upp, en svo verð ég svo meðvirka í standa upp. Það er ómögulegt, sko. Ég hef reynt að gera þetta sama. Ég veit ekki alveg hvað ég get sagt að sé versta. Ég þoldi ekki Ellie, til dæmis. Fórstu á nýja sviðinu eða stóra sviðinu? Stóra sviðinu. Make sense. Mér leið eins og ég væri á safni, ekki í leikhúsi. Og ég með ofnæmi fyrir því í atvinnu leikhúsi að sjá mjög færa leikara gera eftirhermur af öðru frægu fólki eins og þetta sé þorrablót. Vá, gott. Vel orðað. Hvað fannst þér um Nýju Líf? Ég þoldi hann ekki. Gott. Ertu búin að slatta? Já. Ekki fyrir mig. Nei, þetta er náttúrulega kannski allt svona svolítið svipað genre. Já, mér sko með með Ellie og Nýju Líf. Með Ellie, mér skilst hann hafi verið miklu betur á nýja sviðinu. Já, með persónulegri hef ég heyrt. En ég þoldi hann ekki. Með Nýju Líf, ég fór mjög seint. Þetta var orðið sloppy, skilst mér. Hófi fór tvisvar einu sinni bauð vinkonunnar sem er gagnrýnandi. Og það var snemma í ferlinu og Hófi sagði að þetta var orðið meira sloppy í senna skiptu. Ég fór alveg bara svona rétt undir lokin á renninu. Með Latta, það sem að ég horfði á þetta, mér fannst allir vera að gera vel. Já, þetta er ekki þau að sagast. Já, en ég bara, þú veist, vill er í þessu, ég fór á frumsýningu, hann vissi að ég myndi ekki fíla þetta. Nei, ég meina að þú fílar ekki þessa tegund, þá er það líka bara valid, skilur við. Þá er það bara valid. Þú fílar ekki svona tegund, þá má alveg ekki fíla þetta. Það var hins vegar atriði Latta sem ég varst að vera frábært, þá var þegar Villi og Hákon var að leika Halla og Latta í sjónvarpinu. Ég er ekki með að fara, ég er mjög spennt. Ok. Mér veist, þú veist, ég er náttúrulega grínustu eða fyrirhverjandi grínustu, ég ber virðingu fyrir kraftir hans Latta. Já. Þú veist, og það sem hann var að gera snemma, ég er mikill áhuga maður sögugríns líka, mér veist, hann hafa verið svona frekar framarlega á merinni.
Já, rétt. Mér finnst það mjög spennandi. Mhm. Besta sem ég hef eða versta sem ég hef séð og það er alveg smá leiðilegt að segja það því að það eru vinir mínir sem gera þessa sýningu. Mhm. Það var Independent Party People sem er í Tjarnarbíó fyrir nokkrum árum. Ok. Já, Aron gerði ljósin. Það var fyrir utan, já, einmitt, ef það hefði verið almennileg lýsing þá hefði þetta kannski verið Betra. betra, eða Já. hefði þetta kannski verið, ég var bara að hugsa hvað ljósin voru léleg. En hún höfðaði alls ekki til mín. Ok. Besta sem ég hef séð á undanförnum árum, það var eitthvað í ár sem ég fannst mjög gott. Ok. Þessi leikari. Skildu það vera Dietrich eða Ífigenia á Ásbrú? Sá bæði. Já, mér fannst þær báðar rosalega vel Ég var heppnaðar. kossakonan á Dietrich. Ok, heppin. Já, ég meina Sigurður Ásta er æðisleg, já. Já. Já, ég heppin, já. Já, mér fannst þær báðar bara æðislegar. Þær Mér fannst og bæði Sigurður Ásta og Þóri léku þetta stórkostlega. Rétt. Ífigenia, þú veist, af því að ég er leiðilegur þá er ég automatískt alltaf að leita að einhverjum sem fyrir tauganar á mér. Ekki bara í leikhúsi, bara í Bara yfir lífinu. höfuð, já. Og eftir til dæmis Ífigeniu það voru 2 eða 3 þýðingar Já. sem ég fannst vera menningarlega skakkar Ok, og ég gæti talað um það og ekkert annað. áhugavert. En það er gott. Já. Og þú veist, þegar ég segi 2 eða 3 þýðingar þá meina ég 2 eða 3 setningar. Ég veist, þá ertu bara að pæla í staðfæringu. Það er næs hrós ef það er einu sem þú getur sett út á. Já. Og ég veit reyndar ekkert mjög mikið, þú veist, ég er ekki næmur á leik, skilur, en ég Þóra var veit mjög hvað mér flott. finnst vera gott og hvað mér finnst ekki vera gott. Já. Eitthvað fleira sem þú vilt spyrja mig um? Hvað bíómynd á ég að horfa á í kvöld? Horfir á uppistand? Mér finnst uppistand skemmtileg þegar ég er á þeim. Ok. Ég horfa ekki mikið á ég horfa á bit á YouTube, Já. svona 5 mínútna bit, en ég hef aldrei hort á, þú veist, klukktíma. Jú, ég horfði á Ara Eldjátt specialið á Netflix af því ég vildi styðja minn mann. Þinn mann, já. Eða bara Okkar Ísland, mann. bara Ísland, ég ætlaði að styðja Ísland. Já. Takk. Og ég ætla að mæla með því að horfir á 1 af 3 uppistandum. 2 þeirra er á Netflix, 1 þeirra er ekki á Netflix. Ok, Þetta eru því miður allt saman kallmenn sem ég er að fara að mæla með. hata líka konur. Ég ætla að mæla með Baby J með John Mulaney. Ok, Sem John að- Mulaney, flottur, það er ekki hann. Ég ætla að mæla með The New One, Mike Birbiglia. Ég Hann veit er örugglega hver hann er. stórkostlegur sögumaður. Það ég myndi, að því að þú ert handritshöfundur líka, Ég er það maður. upp á bara sko sögustruktúr í komedíu myndi ég horfa á Mike Birbiglia, The New One. Mike, fyrir ekki, hvað er það? Mike Birbiglia. Mike Mhm. Birbiglia. Vá, hvers lenst er það? Ég held að hann er kaþólskur, ætla að sé ekki hann er kanísku, hann ætla að sé ekki pólst Já. eða ítalst ættanafn. Ok. John Mulaney er að mínum mati með, þú veist, bara endalaust watchable, frábær í sínum krafti, Mike Birbiglia, bara upp á, sko, Hvernig Já. hann segir frá? hvernig hann segir frá, hvernig hann vefur sögur á sviði í klukkutíma 1,5 og síðan síðasta Mark Maron End Times. Það er bara góðu grínisti. Ég segi að þú horfir á annarkvort Mike Birbiglia eða Baby J. Ok. Ok, takk fyrir að koma í poddið mitt. Takk fyrir að fá mig. Það var mjög gaman að tala við þig. Sömuleiðis. Bless. Bye. Ég ætla að gera fleiri podcast. Professionalism, please.